Stórspurning, are you ready now? Klukkan orðin 4, það föstudagurinn 8. október. Mörli Krúfur á fónunum og FM 95 blöður hafið göngu sína á þessum, ágættis föstudagi, grenjandi rigning í höfuborginni og viðbjóðslegt veður. En við erum með fullan bát í dag eins og svo oft áður. Og sami bátur, allir sem í þessum bát voru vel fullir þriðjudag og miðvikudag. Þannig að það kannski smá rifi í mannskapnum, vonandi fyrir ekki okkur það. En beint á móti mér situr fyrirlið þáttarins varsætti skammar í London í vikunni Egill Einarsson. Thank you, það ég bara aldrei betri. Það ekki? Bara eins og nýr. Það máli? Já. Já, maður ekkert að deyja. Nei, þú veist, þetta var nokkið erfiðast að heimferða aðeins minna. Þetta var tekjata að ferða úti, sko. Já, ég veit það. Ég hef verið með í AC í 6 daga og, þú veist. Já, þetta var ekki AC heimferð. Sú ferð heim er brekka, sko. Ég ætla ekki að taka undir þetta. Þetta bara búið að vera brekka fyrir mig. Já, hér hliðin á okkar podcast leikmaður Steinþór og Steinþór. Sko, heimferðin, talandi heimferðina, þetta var versta heimferð sem ég hef upplifað í flugi. Já, alveg? Já, sko, allavega fyrsti klukkutímin. Þetta var nokkið langt flug, veit ég hvað, 2,5 eða eitthvað. Málið það, ég misti næstu að vilni. Já, líka þetta hægur. Þú þurftum að láta bíð eftir og segja að þú væri, sko, við getum sagt hlustandi það, ég setti hún eitthvað þessu á Instagrami hjá mér. Það var búin að kalla Steinþór og konas upp tvisvar. Við þurftum að ljúga starfsfólkinu að þú hefði slasað á þinn hnið og þess vegna gætur ekki hlaupið. Ég er með slæmt hnið, þannig að þetta er ekki líf. Nei, þú trefnir það allt slæmt. Bakið það eru handað og hnið, sko. Málið það, ég satt þarna, við komum frekka seint upp á flugvöll. Já, það voru mistök, menn áhverja lungu mættu bara og borða það. En það voru bara við öll, þú veist, ég og þú og fleiri. Þið hægðu ykkur, kom ekki með mér í bílinn. Hvað er 50 meter undan ykkur? Það voru mikil mistök. Ég held bara að lestin væri sneggri heldur en bíll í svona umferð. En svo málið, svo sest ég inn á kaffihúsina. Ég hitti Egil og þau. Sest inn á kaffihúsi, sko, það tekur ykkur 15 mínútur að hlaupa þessu geiti. Það er ykkur hálftími í þetta og eitthvað. Næ ég að panta pizza og borðana. Já, minnstamáli heimi. Það er ekkert mál. Sagði Egill? Nei, þjónustu. Nú sagði ég, ekkert mál. Veit ekki hvað vélust að fara. Ég sagði, herru, frábært, ég ætla að fá 2 Peroni hjá þér. Og ég ætla að fá pizzu. Og svo kemur þetta og ég bara var eins og nýr. Þangað til að ég líti á klukkuna, þá 5 mínútur í brottför. Já, í brottför. Ég hef aldrei vitað neitt sem er að ferðast sem er ekki mættur að geitinu þegar það eru 5 mínútur að vélina á fyrir loftið. Nei, þannig að ég er orðin sko 20 mínútur og seit, sko. En þú hljópstu það ekki? Jó, og ég hljóp, sko. Ég reyndi að stoppa 2 svona umferðabíla inn á flugvellinum. Þú veist þetta. Já, ég spurði, herru, þú verður að henda mér þetta. Hann stoppaði ekki þessu bíla. Hann keyrði bara hann. Ekki hlusta á mig þar og ég var bara hlaupand á fullu og allir fyrir og allt þetta var bara svona eins og í einhverju svona lélegri gammamind sem verið að byrja að fatti svona missa vélinn eitthvað og við vorum bara þannig og við vorum hlaupandi og ég var svo sveittur líka ég var að sveitna út bara þessu fyllir sko. Og ég var allur blöytur einhvern veginn og klístraður og asnalegur og svo settist inn í vél einhvern veginn og ég sat ekki við hliðin á Sigurunum sko. Veist, það var ekki takt sko, að finna út úr einu strax sko, en svo gerðu það reyndar þannig að þau náðu að græða það en svona fyrsti þetta var bara það er ekkert verðin að koma svona inn í vélina sko. Já, hvernig þetta? Ég nenni ekki maður er allir í hakki sko. Og myndir missa hann, ég er ekki svona grín maður er allir í hakki þegar maður kemur svona inn í vélina sko. En svo við vorum í London í glampandi sól á bollnum að drekka bjór svo lendir maður á Íslandi að bara stormur við þurftum að lappa í einhverja rútu og maður þaugnast í hérna Það var 16 gráður. Svo bara sama veður núna, það er landsleikur hérna eftir við erum að horfa hérna í völlin. Já, þetta var random dagur að haustni til í London og hann var betri en besti sumardagur var hér allavega í höfuborginni, þú veist það var 16 gráður og sól, þú veist Þetta er ósækjað. Það skulin enn að búa hérna. Það er ósækjað. Við erum að fara, við förum fljótlega félagarnir í Sunshine. Já, komum út í tenni. Það koma, flóðlösun eru komin á vellinum. Já. Erum við ekki bara að vinna Armenia? Ísland, Armenia. Já, ég kom með loyalty betta á Ísland. Já, ég sá það. Yfir 2 stöðum verðum ekki að setja á Ísland. Við hljótum að vinna hennar landslið. Við dröllum ekki á móti Armeníu, goddammit. Nei, ég trúi ekki. Já. En svo eru þeir kannski bara fínir, ég veit það ekki. En síðan er hérna, ég sé að það er ekki sól á Þróttaramerkinu. Það har aldrei verið jafn lítil sól á Þróttaramerkinu. Það er svolítið grátt yfir hérna. Þungti við sóla. Já, en hann sendi mér SMS núna. Hann var að senda mér, ég veit að það er ekki sól á Þróttaramerkinu, en ég er horny í svont. Þannig að það gerir helling fyrir mig í dag, sko. Út af því að það er smá brekka, það var London og... Það er fallegt að hann bara setja þér það. Já, ég elska, sko, sólið, hann á tannum, sko. Já, lætu við vita hvernig staðan er. Það er betur að sjá það, sko. Heyrðu drengir, ég er ekki til að fara strax frá London, mér langar að tala um London. Já, þetta var ógeðslega gaman. Þetta var ógeðslega gaman, maður. Og ég var að sjá myndinni fyrst skipti.
Ég er nú í myndinni svo þar. Rétt. Gefið mér smá kredit fyrir það. Já, þú ert frábæri. En ég var að sjá myndinni fyrst geti og ég náttúrulega, ég sá hana þegar hún var mjög hrá á sínu tíma bara þegar það var að vera að klippa hana maður stuð og sá að voru bara fullir. Já, við fórum ofurölu heim til Hannes þú og Egil. Já, vorum allir fullir voru fullir að horfa á hana og Hannes í mjög miklu stuði en núna þegar maður sér hana svona, þú veist, þegar tónlistinni bæði og geggjuðinni, Kristján Sturla er að fyrir kostum og líka myndatakan hjá Ella og allt þetta helst í hendur, en myndin hún er frábær og ég veit að ég er ekki alveg hlutlaus, ég get ekki sagt það en ég var ógeðslega ánægð með þessa mynd og þið geggjaðist það og allir leikarnir flottir. Já, þetta var líka bara svo gaman, veist, að því að þegar maður er í tróðfullum bíósal bara, við vorum 20 manns, svo voru bara 320 englendingar með okkur og ég dyrka að heyra þau bara vera að hlæja einhverjir íslenskri þvælu og svo bara staðið upp og klappað og bara, þetta er svo ótrúlegt eitthvað, þetta er djók. Samt eru þau ekki að ná meira þess að dítöluðu svona popkultúrskríni sem þú þarft að skilja. Íslensku bröndurum en þau voru ekki að ná því en vel þýtt yfir það var ekki brandari sem verið vel þýttir það var vel gert það sem sáum það en þetta sló í gegn og svo var okkar maður, hann mætti þarna Damian Lewis ég elska alltaf þættina Billions og ég náði að haga mér ég þetta passa með hann, ég var mjög nált þegar þetta í króksaran annar mjög nált ekki kalla þetta króks, hefur bara ötti það er ekkert allir króksarar sem að bara hitta eitthvað vektan og bara hlaupa á hann eins og flugur í skít ég náttúrulega hef ekki séð þessa serjus nei, þú verður að horfa á Billions fyrir mér var þetta bara a stranger hann var illa sval, hann græði ég vissi það ekki eins og það var hann sem græði og allt það sem frum út að borða og allt það var hann bara að læna því upp en það hafa nokkuð spurt mig af hverju hann var þarna og hvernig tengingin er, ég held að verður mér nú að láta hlustundu vita því að það er hann og Steinun og góðum félagar þau eru bestu vinir þannig kom tengingin inn og hann var ekki ræðilega næst líka hann ég líka muni, ég skildi óska að ég ætti það á hann goddamn video þegar hann lappaði að mér lögðu myndu að búin og hrósaði mig þegar leikið sér mynd ég hugsaði bara goddamn, þetta er ekki til goddamn camera en ég myndi aldrei gleyma þessu mómenti en þetta gerði samt svo sætti mig hann þegar hún var að borða þarna á þessu húsi, Soho-húsi eða hvað sem þetta heitir og ég var að spyrja hann úrspann einhverjum spurninga og hann bara, hey, what are you asking me all these questions? I just saw your movie, I fucking loved it, let's talk about you og ég bara hann bara sprakk það sagði hann ekki bara strax frá því að þú fílar að bóla og boccia og karaoke þetta verður þitt svona shit hann bara einhvern veginn að spyrja hvernig kom inn í þetta allt saman en maður sá strax þegar maður var að rölda með honum London að hann er ekki orðið sem margir Hollywood-leikar hann er fárveikir af The Fame þessi gæi er ennþá hann er down to earth og skemmtilegur eins eðlilegur að gera hann var bara að taka í spaðan og liðið sem að sá hann þegar hún að labba með hann bara ekkert vissin annað illa svalur, herðu hvað er að gerast með mótefni? Hvað var það er bara ekki góð ég er að bilast ég var að lesa á Vísi að ég kom með hjartabólgu og gollurhúsbólgu því miður ég er með 2 sprautur af Moderna í mér og stendið með Janssen og Moderna hvað er gollurhúsbólgu? Hvað var verið að senda? Nei, það var bara að hætta að nota þetta við skulum byrja bara að byrja það er ekki lengur að nota Moderna er þetta ekki ég ætla ekki þú svara núna Steindi svara þú Egil er þetta ekki Steindi að vera eitthvað overparanoid eitthvað eða er eitthvað shit í gangi já þú veist það er bara búið að kippa Moderna úr notkun á Íslandi ok út af því að það eru gögn frá Norrlöndum sem sína að það er meiri tíðni af hjartabólgu og gollurhúsbólgu eftir bólusetningu með Moderna Gollu hvað? Er þú með Pfizer þetta? Hæ? Ég er með Pfizer Þú ert í toppmál Ég er með Janssen líka Þú ert ekki að vera að fá ég er með vesla koktel sem gæst Steindi hann var ekki mikið eftir því miður ég er ekki að vera leiðilegur Nei, ég byrjaði að fara í Janssen svo kom hann á þessa fréttur að Janssen sé bara að þú fær bara hala og klær bara eftir smásnund á Janssen þannig að ég kalla þér í aðra bólusetningu hvað fæ ég? Moderna og ég er með þennan koktel og drengir þetta er í alveg mér finnst þetta alveg skemmtilegt að fyndi ég er stemningsmaður en þetta fer að vera þreytt og ég veit ekki hvort ég nenni aðra þá fæ ég bara þá kemur kortið ef ég sama hvað ég fæ næst það mun koma fréttum að það drast sig ónýtt líka og mál er að hérna stendur núna er ég inn á embætti landlæknis og ég er að lesa bara hérna hvað sem sagt hérna hvað kallar maður þetta? Bara hérna hvað er þetta ældis út eða? Nei, bara hvað kallar ég þetta? Bara hérna ég veit ekki sem hvað þetta tala bóluefni eða já, nei bara einkenni
Einkenni, hvað djöld? Þú ert ekki með einkenni? Ég er með öll einkenni. Sko, hvað stendur þetta? Hann er með öll. Mæði. Út með það. Ég var að labba þetta í stúdíu. Ég er ennþá bara þreyttur. Já, en verðum seinskilin núna. Það var byrjað löngu fyrir COVID. Já, Þú gafst ég labba upp stiga. En varstu móður og hljóstu gegnum völlin? Já, móður. Ég bara, ég verði bara móður að ég þetta súkulega í dag. Já, það er ekki moderna að kenna samt. Jú, hvað önnur einkenni þetta með? Þungur eða óreglulegu hjartsláttur. Út með það ég komi líka löngu áður en að COVID. Ég held að ég bara í gær ég var næstu búin að ringa ykkur það er náttúrulega þingan hjálpar ekki mikið líka en hjartslátturinn er ruglega hvert átt sem búið að ringa það veit ég ekki bara í Þóról og svo er hérna brjóstverkur og ég ger ekki annan að ég þetta renni í drengir ég veit ekki þú ert með öll einkenni en hann það sem ég var að reyna að segja honum hann komið út hann er búin að vera með öll þessi einkenni síðustu 10 ár þá var ekki eins og við komið COVID það er satt ekki að vinna með honum að sé með öll einkenni nei, það er ekki jákvæmt það er ekki gaman að hækja öll bóksin í moderna skeitunni þú tekur í öll bóksin hana með öll þessi einkenni það er rosalegt það er ekki jákvæmt það getur ekki verið þarf að fá okkur lifið þá hjartabólgu og gollurhúsbólgu mjög líklega sko, ég veit það ekki alveg það lítur einhver að kalla mig inn annars erum við með rosalega þátt fyrir ykkur í dag kæri hlustundur sko, það er svo reglulega beðið að við tölum dónalega við ætlum að tala dónalega í dag við reynum að hafa svona einu sinni í mánuði í mestalagi og vantalega dreigið og vantalega ég dreigið út og steindi on the receiving end aftur já, það var síðast ég að tala dónalega við steinda ég sko, ef ég verð dreigið þannig að ég þurfi að þykja þessar eiturguðsur yfir mig þá ætla ég að segja nei ég ætla að segja bara nei en okkur ákveðu þá ekki bara núna að þú talið dónalega já, það var frábær hugmynd þá er þetta ekki bara að fá guðsunu já, ég ætla ekki að það hittir ekki ég hitt sér skárra ég er bara að segja að það er ekki eins og maður sleppi við hitt sko þá ertu partur af þessu nei, já, við draugum í það og eftir við erum með þekki eða ekki á sínum stað það eru bara nokkuð þægilega í dag þú veist ég sjálf frá spurningarnir kynst þennan, hvað var það áttur? Já, sko út af því við vorum að chilla með Hot Celebrities í London þá er ég með King of Handling Yourself Being Around Hot Celebrities ég fyrir að sko þú þarfst að höndla það að vera eins og þarna það var auðvöld þetta í króksaran en maður þurfti bara að hægt að segja króksaran það er bara blöð það er ekki allir króksarar maður þurfti að leifa honum að jamma bara já, ekki verið næst herru, ég var upp á my best behavior já, blöð blöðar, ég var mjög rólegur og kurtis nýr blöðar ég held, nei, líka Rakel var með mér sko hún hafði klipið helviti fast í mig að ég byrja að tapa mér eitthvað annars sko og ég verið með marblett núna þetta var erfittur að þú ert að horfa Billions akkurat núna dýrkað? En nei, þetta var ekkert erfitt þú veist, við hefum ekki talað eins og ég sé snar rugglað þó að mér finnst gaman að hitta eitthvað lið sem að leikur í bíómyndir með þeirra söngarar það má samt ekki gleyma að þú öskraðir yfir veitingahús í Vegas hey, is it Gus Hansen? Gus Hansen, hey Gus Hansen það er pókerspillar en það var samt meira hann er ekki í bíómyndir hey Gus Hansen ef ég sko afsaka það aðeins þá sátum við á veitingastað og hann lappaði fram í og ég var ekki viss hvort þetta að vera hann þannig ég kallaði, mér langaði svo að vita hvort þetta væri hann af því að hann var bara eitthvað gaur að lappa með Louis Vuitton póka og ég bara, hver fjandan mér þetta aftur og einhvað í hausnum bara, ég veit hver þetta er svo allt í hún bara, hey Gus Hansen og hann snýrist við, þá vissi ég náttúrulega ekkert mér langaði bara að vita hvort þetta væri hann þá tók ég bara, huge fan já, það er króksara lína það er bara ég huge fan en þú ónaðar alla veitingastæðin en náður að fá no eye contact við Gus Hansen við hefum búin að vera eins og bræðu síðan hvor er nettar alltaf að reyna það eins og enni ég hef reynd að vera með hennar dagskóli held ég hvað, ykkur 5 vikur að vera gaman að nánu minn já, ok, við höfum tíma voru þetta rennum út á tíma og það dettur brút ég ætla ekki að vera ég er ekki vongóður svo eru margir búin að spyrja okkur út í karaoke-keppnina sem við lofum og fólk sendi nöfn á fn9.is hún byrjar í næstu viku er það ekki bara árið staðfest? Ef ekki líka revíla listan sem var líka kúðust að því að við hefum listi ef ekki að segja, fá 2 fyrstu keppinur og segja hverju eru væntanlegir já, en við eigum eftir að fá staðfest frá öllum sem ætla að taka þátt þannig að við skulum kannski aðeins býða með það að býða á sem eftir að svara sem er að hlusta okkur að staðfesta núna en það er samt eiginlega allir búin, það er nokkur eftir það eru flestur on, en við veitum ekki hverju er að keppa fyrst við þurfum að draga bara eins og við þurfum að tala dónulega en við þurfum að koma staði pæli í Íslandar þetta er aldrei gerst áður í sögu Íslands við þurfum að koma staði hver er besti söngvari landsins nei, það er samt ekki alveg þannig, þetta er líka að velja rétt lag við byrjum allir við að velja lögin já, það ekki það er að skoða það það er ekki svo ósangjart já, auðvitað söngvarinn að fá að velja lagið sjálf leifa fólk að koma með lög já, það er alltaf en annars erum við bara í Fantagýr Stóni, komst þú ekki heim í gær og nýlendur beint
beina útsendingu Í rauðun og klaka bara Ég var sopnaði 9 þá var ég að byrja sko. Ég við byrjum kl. 9 sko. Ég var búinn 11:30 eða eitthvað Það er rosalega Ég fekk svona svitasvefn viðbjöðan Já, þetta var alveg kistla sko. Það er ógæslegt Þetta var náttúrulega, við vorum með þetta 2 daga Ég held ángríns, er þetta ekki allir Íslendingar sem eru svona fyrir erlendis eða er þetta bara ég og minn vinahópur Við vorum með drykk við hönd alla sekundurnar að núti næst Við kláruðum blagamannafundin Eftir það, þá sá ég aldrei neitt náðum sem væri með drykk Við vorum líka ballausir og þú veist, það er ég held að sé eðlilegt sko. Er ekki allir Íslendingar svona? Ég er þetta baðum bjóri í blagamannafundinum og gæðin að fór að læja Það hætti að vera að grínast Það var líka bara mjög fínt og fegst hann ekki, fegst bara kaffi og það er gott að þið Sveppi sagði líka við frá hjartan og leiðin heim ég og Rakel fengum far hjá Svepp og Írisi og það var svo mikið frá hjartan í honum Ég skammast mín fyrir hver ég Herðu, talað þetta ég verði að fá að lesa eitt tíst sem kom ég fekk þetta bara sendt bara í London chatið Já, Hannes sendi þetta og það er einhver kona sem segir sem sagt in the randomness that's in life I saw a film at London Film Festival directed by the Icelandic national goalkeeper Svo segir hún no spoilers but Cop Secret was one of the funniest thing I've ever seen for ages og bla 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 hrósa myndinni Já. Svo bætir hún við í lokin all living up to Icelandic traditions of being both impossibly good looking and getting royally hammered in the bar definitely see it if you can Því hún var að segja leikaraliðið, það voru margir leikar á myndinni og þeir sko, hún tekur það fram að kastið á myndinni hafi verið royally hammered in the bar við náttúrulega, ég myndi segja að hópurinn hafa alveg byrjað að snemma, myndinni sínt 5 og ég man bara eftir því að Sveppi var sko haldandi á 2 rauðinsflöskum að leiðinni inn í salin sko hún hefur ekki séð þennan hóp royally hammered ef henni fannst það því að þarna var ég eiginlega bara svona mýrum þriðadrykk reyndar sama hér Það er góða við þetta Sveppi var fyrir aftan mig og þú varst ekki með pop og kók og varst með rauðvinsglas í bíó og Sveppi var alltaf að rétta með flöskuna bara út af svara fyrir aftan mig alltaf svo bara flösku komaðan yfir hausin á mig og mössum að rétta með hana og ég er að hella í rauðvinsglasi mitt ég að tegja mig aftur, rétti honum flöskuna aftur þetta er alveg bíó þetta er samt stemningin, þú veist, ég sá bara engan með poppan í myndin ég sá bara alltaf með drikki Þetta er fyrsta þing sem ég er í bíó með hérna bara tvöfaldan tangri í tónik Já, þetta komur ekki eitt stóran bjór líka Á þetta, vel gert og blöð Og ég sé réttið þeirra Það ekki, ég rétti mér einhver Já, ég held ég að réttir eitt bjór líka Það ég rétti mér líka Tjóðl voru að hell í þess Já, ég held ekki, svo sást á þessu tvisti þessari konu En, já, við ætlum að byrja þetta eins og alltaf á Bubba Mortens og mér fannst þetta lag bara einhvern veginn eiga við daginn í dag Svona kósi og gott, það er Afgan Það er einu sem við spilaður held ég að finna í F9 Það er Afgan hér í F9 Bubbi Mortens, hvað er svo gott lag maður? Já, þetta er mjög gott lag En það kom með að slúfri og ég er með svona ágætis pakka fyrir ykkur drengir og ykkur hlustendur Læsilegt Ég ætla að byrja á Adele, hún var í risa viðtali núna, hún er svo fyrsta sem að er framan á Vogue, bæði breska og bandaríska Vogue sama sem sagt á 2 fórsíðum Yes Já, á sama tíma Já, prítið 2 fórsíður sem sagt november Vogue og það er að koma plata og nýtt lag og fleira og hún er skilin, hún opnaði sig skilnaðinn og Ekki alltaf að skilja það? Nei, ég held ekki Ekkert meira en við hinn heldur Það er það Ég var ekki fyrstu lögin skilnað Þannig að þetta gæti Þetta sveiti skilnaðurina Já, ég held ekki ennþá að tala fyrsta skilnaðin Nei, hún var að skilja við aftur annan gaur Já, sem sagt Nefnir sé að skýta í því Nei, hitt var ekki skilnað, þú hætti bara saman Hún var gift núna sko Það er þessi lög að það hafa bara eitthvað fyrirhandi kærasti Já, þannig að það er mér finnst bara svo geggja þessi platulegin Ég held að hún sé bara mínu uppáls ef ég er seinskilin Hún er geggjur Uppáða söngkonaðin Já, ég held það Ég mætti fara á tónleika Hún væri helviti ofalega Ég mætti fara á tónleika með hvernig sem er Það hefur heyrt í Írisi Böttuköp eða? Já Þú hefur heyrt enda á þessan nætur eða? Já, þetta er, veist Ég veit ekki að ég vil ekki eins og svara þessu Þú er frábær Já, hún er frábær Bara allt öðru í þessu hátt Við erum að tala um Adele hérna sem er bara stærsta stjarni í heimi Og svo er hún líka Það er alltaf fólk með Við höfum rætt það áður en ég finn blöða Fólk með á heilanum að hún hafi mist af tekið nokkur kíló af sér Og fullt af aðdándur menna sem urðu reiðir yfir því að hún skildi
Grenna sig? Já, grenna sig einhverju 20-25 kíló. Akkur má fólki ekki grenna sig? Það lótulegt, ég veit það ekki. En hún sagði að það hefði verið bara út af kvíða. Hún gerði þetta út af kvíðunum, henni leið miklu betur þegar hún hreyfði sig. Þetta snerist aldrei að léttast. Það snerist bara að vera sterk og komið frá símanum og hafa eitthvað annað fyrir stafni heldur en að vera að hugsa ástarsorgina. En pældi þessari pressu frá einhverjum aðdáendum. Djók. Nei, pældi það pressan það mikil frá einhverjum hópa aðdáenda að hún þarf núna að búa til eitthvað svona bullsvar sem kannski ekkit bullendilega, en hún hefði ekki mátt segja bara, herri, mér langaði bara að grenna mig. Já. Hún þarf að segja, já, það út af þessu og þessu og sem bara eflust bara hárið réttskilur, hún að segja þetta, en hún hefði ekki getað mátt segja þetta, hún hefði ekki getað sagt bara, mér langaði að grenna mig. Að því að hún bara hefði að stuða þá þennan hóp, sko. En spáði vera aðtandi og vera pirraðri við því að uppáhaldsöngurinn létti sig og henni líði betur. Mér finnst bara mjög pirrandi hvað þú grannurblöð. Ég var til að myndir bæta á það. Ég skal henda á mig ykkur. Það er góða standið að blöður. Góðri leið með það. Herru, svo það, ég veit ekki, hvað finnst ykkur Machine Gun Kelly? Er það aðdæmdur hans eða? Nei, ég bara þekki ekki til. Conor ætlaði nú að rota hann daginn á. Já, þeir voru eitthvað að þrasa en svo var hann að ráðast á eitthvað parking lot attendant, eitthvað gaur sem að var fram með bílina svo hann verður semst ekki kærður fyrir það, hann réðst á hann. Sko, sáuðu myndina. Hvað er ég að tala um? MTV-hátíða? Já, það var MTV fyrir að. Sko, hvað er þetta bíf milli? Ég bara, þeir eru Conor skildi það ekki, hann sagðist aldrei að tala við hann og einu ástæðan fyrir hann vissi hver hann var og bara því að hann með, hvað er það, Megan Fox? Já, það er bara. Var hann ekki bara búin að taka vel að ég og sem Machine Gun Kelly og sá hann og var eitthvað æstur? Ég held að þetta sé allavega ekki sniðu fæta pikka fyrir Machine Gun Kelly, bara svona með fulltrefningu úr honum. Nei, þó að hinn sé í gifsi, sko. Já, það er ekki vesinn hann, sko, en mál er að, sko, síðan kemur þessi mynd sem hann postar hérna af honum og Megan Fox og einhver öðru pari sem voru inn í sleik inn á baðherbergi. Já, það er Kourtney Kardashian. Já, sem er mesta bara svona pretentious mynd, þetta er bara svona maður fekk bara svona ég þóli þetta fólk ekki eftir að sé þessa mynd. Já, líka átt að Megan Fox náttúrulega við höfum fjallað um hann á fyrirverandi, við náttúrulega erum miklir Brian Austin Green menn, sko. Já, kannski er ástæðan fyrir að okkur er svona illa við Machine Gun Kelly er að því að við erum Brian Austin Green menn. Já, við erum mjög, þannig að geti spilað inn. Það er bara, hvað er málið að vera bæði ykkur sleik að horfa á svona í kamerun og þetta er bara það var örgulega að skoða Instastory hjá okkur hérna í vikunni og bara svona, hvað er að gera? Hvað er með keil og haustnum og blind hullur, hann ekki þriggja barna faðir. Ég held að við séum ekki Það tala um this room Það tala um this room Ég bara tala um alla Mössum setti keil á hausin Já, en málið er að við erum bara einhverju trúðar að setja umferðarkeilur á hausin Þetta er ekki eins, sko Nei, ég er að segja, það eru örgulega einhverju sem dæma það líka alveg svo þú dæmi þetta Jú, örgulega, það, þú veist Má ekki fólk gera bara það sem langar til að gera Já, við tökum Vilja fara í sleik og bara fara í sleik Já, flott Akkur fannst þér að snókist Nei, mér fannst þetta bara fyrir töðunar og ég teka bara tilbaka Já, ok, en drengir, ég er aldrei sammálað með maður Allt sem ég segi, þú veist, í þessu þætti Það er mjög neitt að snúa þér allavega Já, en ætlar ekki að taka Bíberinn eða? Bíber, nei, hvað er, ég ætla að enda á Britney hvað er sem með Bíber? Bíberinn, hann var að, sko, mér fannst að ég held að vera pottit með það því að hann alltaf Hann har gefið út plötu, ekki? Nýja plötu? Ég gefið út plötu, hann var að gefa út sitt eigi weed Það er máli Og hann er, hann er komið pre-rolled jónur sem heita, Peaches Hvað heit lagi eftirlæginu? Já Og það selja weed Já, hann er komið pre-rolled jónur sem kostar $50 og heita þetta og Er hann að piffa sjálfur? Já, bara spá í hvort þetta væri rosalega er þetta stert fyrir A-mann að fara að gefa út weed? Hvað er ég að segja þér á? Hann er ekki A-maður Hann drekkur ennþá bjór og hann bara hætti í harðastöfunu Já, mér fannst bara svo þetta er mikil kaldan í þessu En nei, ég vona bara að þetta gangi vel Ég meina, við höldum með þessu Ég meina, Þetta er löglegt í Kaliforníu Já, þetta er bara löglegt allt í Bandaríkjunum Þetta er bara eitthvað stemning í honum og við höldum bara með honum en þetta var svona, mér fannst þetta var svolítið spes fyrir A-mann að gefa út sko hvað, svo gefur hann kannski út snjói næst sko, kemur ég og lína með honum Snjórin er ólöglegur, Steinþór Já, það haldið að weed var ekkert leift hérna á Íslandi Já, kannski eftir 70 ár Við erum ekki alltaf með kasínó einna sko Og við erum nýbúin að fá bjórin í gegn Það var heldur fallegt þarna 89 Skildi leiða okkur að drekka bjór Þú getur ekki farið í kasínó í Íslandi nema að fara eitthvað neðar að spila við sko. Íslandi er alltaf lóðrætt Og að sérst þetta og getur ekki Þú veist, keift weed hérna, en þú getur keift eitthvað sko 50% Smirnoff og drukkið hann sko
Þú veist, eða svona, maður pælir í því, sko. Já, ég bara nenni ekki að pæla í því. Við skuldum auglýsingar og svo það þekki eða ekki. Þetta eru Martin Garrix, Bono og The Edge. Tveir hann úr U2 en ekki U2 með þetta lag. We Are The People heitir það. Já. Fínasta lag. Þannig styrir að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 og við erum að fara að kynna strengjuna betur í dagskrálið sem heitir Þekki eða ekki. Ég ætla að setja okkar besta fólk hérna á, Jón Jónsson og GTRN. Já, veit maður hvað klukkan slær. Já, þetta er líka sjáið. Svona rigning úti og grátt, það er kósi hjá okkur. Já. Viðbjöður. Þetta voru fallegt eitthvað neðan. Hefur ekki að biðja fólk bara að leggja bílum og fara bara heim, kósi teppi og kveikja á kerti horfa á Ísland, Armeníu og svo er náttúrulega geggja á morgun. Það er 35 ára afmæli Stöð 2, það er í opinni dagskrá á Stöð 2 þannig. Já, einmitt. Mælum með að fólk tjekki og þeirri afmælisveislun. Það geta allir horft á það. Eru þið með það félagarnir? Það er bara verið að rifja upp bara 35 ára af Stöð 2. Ég kom að sjá fullt að klippum úr þessu, þetta er mjög fyndið. Já, og fara yfir allt saman. Já, allir við okkur líður nú að bregða fyrir þar. Já, það er stannig. En hvort ekki veit fara fram og undan? Sko, mér finnst það að henda mér ágætlega að fara undan fram. Finnst það ágætt bara. Ég þarf líka að fara á klósettið. Akkurat, gerðu þið bara. Eða ekki? Jú. Er ekki allir sáttir? Jú. Ég held sér allir góðið með það. Salerni? Já. Það var bara við Egill og ég er nú nokkuð góðu við ykkur í dag. Það er ekkert annað sem er eitthvað svona eitthvað tengt bettanum eða neitt hann í kjaftaði sko. Þetta er alltaf kræfjandi, finnst mér sko. Já, þetta getur verið það. Næst þú tilbúin? Já, svona semi. Þá er bara fyrsta, hvað er það erfiðast þú sem gerir? Erfiðasta sem ég geri? Já, þetta er bara til dæmis mjög kræfjandi spurningur hann að Blondale. Það er eitthvað svona sem kemur upp og segir, ok, þetta er bara erfiðasta sem ég gerir sko. Sko, ég er mjög lélugur sundmaður sko. Ég er líklega slakast í sundmaður og Íslendinga. Ég var mjög erfitt með að synda bara eina ferð. Mjög erfitt með það. Og síðan er líka erfitt með, ég fatt að það sko, ég var erfitt líka með munastundum eftir þessari grímu í COVID. Ég gleymi mér stundum og svo ég tenu daginn og var komin okkur veitingastað, bætti ykkur gæmur á grímu. Það var svona mjög erfitt. Drekka bjórið eða rauðvin eða eitthvað? Það var mjög erfitt. Þannig það er sund. Sund er erfiðast sem þú gerir. Viltu það frekar en grímuna? Ok. Steindi mun aldrei gera skisk á það sko. Nei, heldur hann haldur að setja góðu sundmaður. Hvað var þetta lélugur sundi? Ekki það, ég er náttúrulega hræðilegur sundi. Það var, sko, við kepptum einu sinni í flugsundi í 70 mínútum og ég var það vangifinn að það var bara að fóra á best of disk því að fólk hefði aldrei séð hana eins. Þannig að ég get ekki... Þetta í bringunni? Ég er bara hræðilegur sundmaður. Næsta, hvað skammast þið næst fyrir? Koma svo nokkur hluti fljúandi að mér. Já, nóg að taka. Sko, ég var að hugsa sko, eitt af mínu uppáðastáttur mér Bachelor in Paradise. Ég skammast mín aðeins fyrir það sko. En það er frábæra þettir og ég skemmta mig konunglega. Þannig að þú skammast þín fyrir sjónvarpssmekkun? Já, samt og síðan líka, þú veist alveg. Jú, það eru nokkri gamli pistlar sem ég kannski ekki mjög stoltur af. Þeir eru líka þarna. Og síðan þegar ég fyrir út á mótnan og gleyma að setja fudge í hárað og líður mér alltaf svona complete asshole. Það ætla ég bara að skrifa þarna. Það eru gamli pistlar. Ég er búin að ákveða svarið þarna. Eina sem var svona mega sensaður. Drullið saman um þetta fudge þitt. Herðu, hvað fyrir mest í taugaðun á þér? Sko, langar biðraðir. Hvað er leiðilegurinn að vera í mjög langri biðröð? Ég var búin að gleyma hvað er leiðilegt að ferðast. Mér finnst það ógeðslega gaman að ferðast. En allt sem er á flugvöll eins og núna að fara til Bretland, það er alltaf að bara vara fólk pínu við. Þú veist að, sko, hvað voru það mörg? Já, sko, plöksum þú veistum að klára og senda. Það var fyrir, sko. Og líka þegar við lendum á Heathrow, atriðið að fara þaðan yfir á hótel. Lendur á tenni áttu 500 hótel, þetta er ekkert vesen. Já, við vorum bara í röðarna sem að vera að lenda á JFK. Já, en ferðum heim að þægilegri. Já, töluvert. En sko, langar biðraðir, þegar ég töðunar á mér. Fólk sem kann ekki að keyra er mjög annoying og sem er mjög leiðilegt til dæmis að skafa bílnu á mótnana. Það er ekkert leiðilega. Þannig að viltu velja eitthvað af þessum 3 eurum? Það eru 3 hluti sem fyrir töðunar á mér. Ég ætla að segja langar biðraðir. Ok. Þannig að líklega að giska á það helvítið. Nei, það. Svo er það síðasta, hvað er uppáhalds, ein bara svona þægileg í restina. Hvað er uppáhaldsmerkið þitt? Þá er ég að tala um bara í heiminum. Já, það mætti vera eitthvað vara eða... Já, hvort það má vera bíla, má vera Benz eða, er það bara fattamerki eða Gucci eða... Ég myndi ekki segja að það var eitthvað fáralega loyal þarna þannig
séð þú veist, jú, kannski þið verður hugsað sko. Ég meina, ég vil drekka bara Good Light og þú veist, og þegar ég fá með gós og Pepsi Max og ég er mikið Ég er ekki að tala um ég er að hugsa merki. það merki ég með sko. Þetta er alltaf allt merki. Ég hugsa, ég er í íþróttafötum 99% af árinu. Ég dressa mig upp í þessu fáu skipti sem ég ger eitthvað annað en að þjála fólk og æfa, en ég myndi segja að það er líklega Nike. Það er bara mjög gott Það svar. er líklega rétt svar hann það. Herru, ok, sendu Er ég að færa fram með? Já, Steinþór inn. Djúvill hafi verið fyndið að mista viljandi. Ég var eiginlega byrjar að vona það sko. Ég er ekki að grínast. Já, kemur hann Steinþór. Nei, þetta var ekki svo erfitt. Herru, Steindi, þú skælblósandi fram. Já, þetta, ég held að þetta sé bara nokkuð þægilegt sem er í dag sko. Það er ekkert eitthvað vondu við ykkur. Fyrsta spurning. Já, ég þarf að skrifa svörið þín hérna. Partí frammi. Já, út af amalinu. Já, það er allt í gangi hérna. Bjórar og Hvað er það erfiðasta sem þú gerir? Hvað er erfiðasta sem ég geri? Já, basically, ég er að tengja þetta við svona bara á kæri. Þetta er bara erfiðasta sem ég geri, er djöldurinn. Já, mér sko ég fyrsta, mér datt 20. Ok. Fyrsta var að það erfiðasta sem ég geri er að fara að sofa. Ég bara þólið það ekki. Í alveg, nú er ég bara þunnur, eða svona skilur, það er annar í þingu. Og ég er einlægur við þig. Ég bara þólið það ekki. Já, þú er minnst aður, þú þólir ekki að fara að sofa. Ég vaknaði náttúrulega allur slæmur sko, takk í baki og allt þetta, ég með brjóskla og stöðvald. En finnst það ekki bara leiðilega að vakna? Jú, hræðilegt. Nei, minnst alltaf að vakna, bara minnst alltaf bara betra. Svo Það er bara samt fram. hægilegt að leiðilegast að erfiðast sem gerir er að vakna, þá ertu ekki Nei, það er ekki gott sko. Það er að, þú veist, ég bara, mér finnst svefn vera, sko, ég veit hvað hann hefur mikinn tilgang og er mikilvægur. En fyrir mér líka er hann svo tilgangslega sko. Þannig að það segja bara að fara að sofa. Dreymir ekki neitt. Erfiðast sem gerir er að fara að sofa. Já, og hérna ég ætlaði líka svona kastaði á þig. Það er að skipta Mathildi sko. Já, hún er náttúrulega á við 3. Já, sko, já, hún er aldrei kyrr sko. Hún vinnur ekki með manni. Hún er einhvern veginn bara út allt og skrýður einhvert og töðar yfir því og maður er svona, ég er alveg komin með svona alls konar tricks og tek þetta með mér og þetta og set sjónvarpi á og þetta og bara svona, ok, nú fæ ég hérna, ég ætla að reyna að fá mínútu. Ég hlakkar svolítið til að vera með henni og tenið þarna í viku. Já, ég, sko. Það var veisla. Já, annað fólk hefur mjög gaman að þessu. Já, ok, þannig kannski svona daglega að vera. Ég ætla að segja bara að fara að sofa. Já, en þú veist, þetta má ekki miskilast, hún er alveg æðisleg. Já, hún er ekki. Það verður að vera lífi sem krökk. Er hún búin að pissa þig? Það kannski minna með lilla stelna. Nei, já, nei. Þetta og Mattur báðum að míga á mér. Já, hún er búin að pissa og gúga og allt þetta og pissar í hún býður bara eftir því, hún heldur í sér, hún komin í bað til að skýta í baði, sko. Agalegt alveg. Það var þegar ég stóð einu sinni bara með matskeið að móka. Já, þetta fylgir svo. Þetta er skrítið. Hvað skammast þið mest fyrir þessu? Þetta er náttúrulega, þú veist, algeng svör sem þú ert að fá. Ég veit það alveg, en það er náttúrulega svolítið hvað ég seit. Þú veist. Nei, ég ætla að taka þetta tilbaka. Ég ætla að skammast þið ekki neitt fyrir það. Það er eitthvað svona skrítið kikk út í því. Nei, ég skammast mér alveg fyrir það, sko. En málega, ég tek þetta tilbaka. Ég, það er ef ég er, leiðilegur, eða þurr, kannski. Já, það er ekki oft. Nei, það er ekki oft, sko. En svona, þá væri ég líka svona skammast í minni yfir því, sko. Þú veist, svona ef ég er skammast í minni yfir því þegar þú ert þurr. Nei, kannski, þú veist, ég er að finna hvernig ég útskýr það betur. Þú veist, svona ef ég er ósangjarn, eða segja það frekar. Þú veist, ef ég er heima og ég kannski, þetta hljómar alltaf eins og maður sé bara allan daginn einhvern veginn alltaf í einhverju veseni, en þú veist, segjum að sé eitthvað töð og ég er kannski ósangjarn í því töði eða við konuna hérna. Já, eða kannski ég hitti, þú veist, að maður hittir einhvern í kringlunni, þú veist, maður fær nú oft bara svona, fólk sem kemur og hilsar upp á mann og svona, sem er mjög gaman. En þú veist, þú kannski að maður svolítið svona, ég er bara með 2 krakkan og allt í rugli og maður næri ekkit alveg að kannski að vera svona þurr eða ósangjörn. Hvað viltu kalla það? Ég bara veit ekki, ok, skammast með þegar þú ert þurr og ósangjörn. Já, ég er nú að vera í stuði, sko. Já, þá er það næsta, hvað fyrir mest í taugarnar þér? Hvað fyrir mest í taugarnar mér? Það er metnaðarleysi. Gott svar. Já, þegar fólk er að haugast. Nei, þú veist, skilur. Það er bara, það vantar metna. Já, það vantar metna, það er metnaðarleysi. Síðast það er svona létt og þægilega, hvað er uppáhaldsmerkið þitt í heiminum? Þetta er létt fyrir mig. Nó? Já, en það verður erfitt að giska á þetta held ég, sko, fyrir Egil. Nú, hvað? Þannig að ég er spóið hvort ég að segja eitthvað annað. Nei, ég ætla bara hinskinn. Hvað er bara uppáhalds, segðu bara hvað er uppáhaldsmerkið? Lotto.
Lotto? Já, mér finnst það geggja. Ég sko Bara svo takkaskónir í gamla dag? Já, bara sem Gullit spilaði og ég átti takkaskóna og Ég hef aldrei séð í Lotto peysu eða Lotto jakka. Nei, það sko, já, Lotto ból sem ég pantaði bara á eBay og það svolítið erfitt að fá þetta sko eins og þetta var í gamla dag. Þetta orðið aðeins öðru sko. Konum var að vera sturlað á mér eftir að ég vorum einhvern tíðan saman í Barcelona fyrir nokkurum árum og ég eitt bara allir ferðin í að þræða skóbúðir af því að það var alltaf að vera, þú veist, neti var alltaf að segja að þetta væri tilhætna og ég endaði að finna skópar, Lotto skópar í nýja. Er það svört gamlu? Nei, þeir eru hvítir með svörtu logan, þeir eru bara svo óþægilegir. Ég eiginlega, þeir eru svona sparið af því að mér finnst þeir eiginlega ekki þægilegir en þeir eru geggjaðir. Samt við bara smerkið? Já, þeir eru geggjaðir, Lotto er ógeðslega flott merki sko. Egil! Sér hann okkur það? Já, hann á leiðin inn. Já, sko, var þetta nokkuð óþægilegt í það? Nei. Var þetta ekki bara nokkuð gott? Jú, svolítið. Já, það er partí. Já, það er partí Það er kampaðin og rauðvin og eitthvað. Vodki Redda, það sagði það? Nei, rauðvinan og bjór frammi og Ég gæti ekki Ég gæti ekki at gunpoint að fá mig núna eitt. Jú, getur það víst og raging alcoholic sko. Já, það er ekki jambúk í manni, það verður að viðkennast. Ég spurði Steinda hvað er erfiðast þú gerir og Egil, ég spyr þig hvað sagði Steinþór við þessari spurningu? Hvað er það sem hann gerir? Já. Sko, ég held að Steinþór hann er með nokkra hluti, þú veist. Það er alveg rétt. Já, bara eins og allir. Já, það er þetta. Það er samt vel krefjandi út af því að það er ekkert stemningsmaður og það er ekkert, þú veist. Já, ég er gaman að þessu. Ég menna það er erfitt fyrir að borða holla mat, til dæmis. Já, það er rétt, ég fæ í manaði. Erfitt með að fara í ræktina líka. Já, ég skil ekki tilgangina bak við það. Og þú erfitt með að mæta, þú veist, réttum tíma eitthvað. Já, vantar klukku heimilin. Þú ert líka auðvitað með að fara á baki með þér einnig stellingu. Þannig að ég... Já, það er bara ekki réttur um það. Það má ekki heima á svo lista. Og nú er ég í vesinni með hvað, sko. Það er eitthvað að svo rétt hjá mig. Ég get lofaði að þetta síðast er ekki rétt. Því að það bara er ekki rétt. Það var eiginlega ekkert að þessu rétt. Í alvörunni? Já. Veitu hvað sagður það eiginlega? Það erfiðasta sem hann gerir er að fara að sofa. Hann þolið ekki. Anskotin, ég vissi það alveg. Já, hann hatar svefn. Ég veit það fast að leiðilegt sko. Leiðilegt að fara að sofa, en ég veist ekki að ég finnst þetta erfitt sko. Nei, já, það er þetta rétt. Erfiðasta sem hann gerir er að fara að sofa. Ég veit það hundleiðilegt sko. En þetta er ekki erfitt, þú veist, ég geti sofið í miðju stríði. Það tekur við 2 sekúndur að sofna og ég vakna ekki við neitt, skilur við. Þá er þetta ekki erfiðasta sem þú gerir. Jú, erfiðasta er að fara bara svona, já, ég bara sofna, ég bara leggst upp í rúm og sofna. Hvað er erfiðasta sem Egil gerir? Erfiðasta sem Egil gerir? Já. Það er að, erfiðasta sem hann gerir er að taka sér frí frá vinnu. Nei, það er að synda, hann er hræðilegur sundmaður. Synda? Synda? Hann er hræðilegur. Ég er satt ekkert Hann er svo leiðasti, segir hann. Ég fattir í hvað ég slagur sundmaður. Já, hver þarf að vera góð sundmaður? Nefnum sért það bara kannski sjómaður og ágætt að hafa það svona við bakundina. En sér með taka frí í vinnu sko. Mér finnst alltaf lagi að ég planaði vel með góðum fyrirvara. Þá er alltaf lagi sko. Já. Það er erfiðasta sem þú gerir að vera einlægur, myndi ég segja. Útvarpið eitthvað. Ef maður spyrir þig bara eins og, versta sem þú lendi í er að gleyma fötsi eða eitthvað. Þannig að kjafta þig sko. Erfiðast að synda, veit þið hvernig ég syndi? Ég syndi, já, svona eins og hundur, hundasund. Ég bara syndi, ég held mér á floti. Þurfum við að keppa út í hvor okkar er skástur. Við erum allir hræðilega sund. Já, þú sér mig bara ekki hendi eitthvað fullkomi baksund. Ég passa bara að reyna ekki að drukna í smá stund á minni fyrir upp úr. Og þú veist, ég er ekki að syndi eitthvað. Hver er þið lél? Við erum allir hræðilega sund. Já, getur þetta að taka hérna. Herðu, býttu, talandu það, að því að við erum alltaf að tala hérna ræktinni og svona, kardió. Félagi minn, hann fór og massaði sig aðeins upp og grendi sig aðeins svona og kom sér í stand bara með því að synda. Já. Hann bara syndi, hann gerði ekki neitt annað. Ég veit að það er góð hreyfing, ég er bara ekkert aðeinslega slagur í því miður. Næsta spurning, Steindi, ég spurði hvað skammast þið mest fyrir og hvað heldur að ég illa við sagt? Hvað var svarið hans? Ég held að svarið hans hafi verið hvað hann tekur hjálpa lítið til heima. Nei, þú veist að því að manstu, hann var að segja það, hann skilur oft eftir sig ferðartösku í 2 vikur. Já, endar það ekki Haugur. Ég skamma sem satt ekkert svo mikið. Jú, ég geti verið sneggar að taka með töskunni, sko. Ég veit ekki henni það alveg, sko. Já. Það er nokkri gamli pistlar sem hann skamma sín fyrir, næst. Já. Svo ég taldi nokkra hluti en Steindi, ég spurði Steinda, hvað skamma Steindi sem mest fyrir Egil?
Nú kemur listin sko. Nei, ég er ekki Það er miklu 6 valmöðuleika. Nei, ég er alltaf að hugsa upp á Steinþór. Ég held að skammist ekkert fyrir mikið. Ég held að skammist að tad fyrir BDSM-dæmið. Ef þú veist, þú skammast ekki fyrir það, en bara þú veist. Ég heldur ekki að kafi í síðan. Ég held ég skammist svolítið fyrir your money. Hvað átt mikið að því. Þú skammast sér fyrir það. Þú veist að þegar ég held að þessi liður gæti ekki verið leiðilegri. Sko, Þetta er sann svo skemmtilegu liður. Steindi skammast sín mest fyrir þegar hann er þurr og ósangjarn. Unfair. Svo áttar það eftir á. Já, herru, ég hefði nú kannski ekki alveg þurft að þú veist, skrifa eins og við veitum, við erum eins og með F, við erum í spjalli og stundum segja, sko, maður, því að þú heyrir ekki röddina á hvernig þú segir það, stundum lest eitthvað sem er kannski kvast. Þú veist, sem er eins og hljómið á skröndinu og ert bara að segja þetta með sík og heima Já, en málið er að ég veit ekki eins og hvernig ég reyndi eitthvað útskýrið á hann, ég man ekki hvernig ég gerði það. Egil, hvað er mest í taugaður á Steinda? Það er ekki sann svo mikið í taugarnar á hann. Nei, líbó. Til dæmis þægileg. Ég myndi segja kannski, ég veit ekki, fólk sem fílar krefjandi og svona líkamlega erfiðar kynlífsstelling. Gottum eitthvað verðilegt svar. Fáið Þetta er ekki svarað. Ég fannst þetta ekki bara að finna. Ég ætla að gefa það sjans. Svaraði eitthvað sem að heldur hún að segja. Hver eru líkundur um til að segja? Og bara ekki eitt, er ekki bara regla að það segja. Eftir þetta, nú fyrstu eina reglu. Síðan má bara eitthvað segja bara einu sinni, sko. Hvað er mest í taugarnar? Það er þetta ekki taugarnar. Hvað minnur, fólk sem er að stunda erfiðar stellingar í bólinu gæti ekki að meira saman. Förum bara að sinna næstu. Ég ætla að hugsa þetta betur með þetta. Nei, ok, ég þarf Steindi, hann heldur sér bara við þetta svar. Hann næra ekki. Hvað er mest í taugarnar á Agli? Það er ætla að sé þá ekki bara fólk sem er svona voðalega latt í rúminu og hangi bara á hlið. Hún er það fyrir taugarnar. Já, ég takk það okkur báðum, sko. Steindi sagði, hangi bara á hlið. Það sem fyrir mest í taugarnar á Agli eru langar biðraðir. Það er vel þreitt. Og það sem fyrir mest í taugarnar á Steinda er metnaðarleysi. Yes, það er samt eiginlega sem ég sagði það ekki. Það eru svo að það er restina. Nei, það er akkurat öðvögt að hengja. Steindi, hvað er uppáhaldsmerkið hans Egils? Það er enginn að fá punkt fyrir bara hægt að fá stig. Ég er nú samt að reyna. En ég mun alltaf loka þessu, sko. Já, sko, ok, uppáhaldsmerkið. Það er hérna, í hverju er hann oftast maður? Nú mann ég það ekki, hvort það er Adidas eða Nike, Gills eða Nike. Nike er rétt. Yes, það er komið stig hérna. Komið stig. Ég er þar að ná nú. Þetta er að henda 1-1. Þú getur jafnað, hvað er uppáhaldsmerkið hans Steinda? Það er KFC. Ég hlýtti að fara á. Ég ætla bara að gefa hún réttur upp. Ég sagði fattamerki líka. En ég fattaði ekki að þetta er alltaf ekki bara. Er þú út í alls konar sýta? Já, ég hugsaði, þetta eru alls konar merki og þetta er rétt hjá hún. Ég ætla að gefa hún stig. 1-1. Það fór þetta bara 1-1. Thank you, sir. Það er bara hár rétt, ég meina ég fer oftar á KFC heldur en í lottóskónum mína. FM 95 Blu í samstarfi við Túborg, Slippfélagið og Keiluhöllina. Hárið, það er Túborg, Slippfélagið og Keiluhöllin sem færi ykkur FM 95 Blu og já, það búið, hann var nú búin að fylla hérna á Túborg kjærlegin okkar þó við séum nú ekki að lappa beint í hann núna, drengir. Nei, það þarf samt að vera ákveðin. Oftast tekið fleiri Túborgina í stúdíunum. Já, ég heyrði, ég var látið vita að það var einhverju action í morgun að segja, mist út þessi beinn útsettingu, það röldi yfir í FM kælinu og ná sér í a couple of beers. Þurfum við ekki að kæla það? Og það er ekki vissum að vera þráin, það var ekki Richard, sko. Það er eitthvað glæni fyllibett að byrja að vinna. Tommy Steindor sem mættur á þeirri með, hann er stórmættuleg, sko. Það hefur verið 100% to mash. Er hann ekki svolítið eins og við? Hann hatar ekki fór ég sagði líka við mánuð á Frosta, loksins komin einhver maður og exi sem er ekki þurrkaður. Það geggja að fá hann. Það er 100% hann. Það er ekki bara að segja að þetta bara í lagi. Hann má alveg alltaf fá sér. Hann fær grænlega að laumast í kælin. Þá er þetta hann og þráin og Rikki gaf svo bara leiði sjálfur. Hann er vestamstunningsmaður, Tommy. Það er fílað. En það er komið að spurningakeppni Gilsar og svo minnum við náttúrulega, ég verða að fara að prófa karaoke-herbyggið í Keiluhöllinni.
Þetta er ekki bara mætt. Nei, það er nýkomið. Ég verið sér Joe, ég bóka þig í það bara immediately til að fá það svona blöð-approved sko. Það er enginn sem við farið fleiri karaoke-herbyggi í heiminum en blöðuna sko. Ég ætla að tjekka á því. Herðu, hversu gott væri ef þú ert ánægð með herbyggiblöð að fá innræmaða mynd af þeirra sem er svona platti sem stendur að það sé blöð-approved. Það er rosalegt sko. Eða jafnvel hópin frá króksörunum sko. Þegar fórsýningin á leinlegun þá náttúrulega fyrir við Keiluhöllina bara undan fyrir mig karaoke-herbyggi. Já, þú getur farið í pílu, karaoke, Keilu, ef hann græði botsa þarna, þá erum allt sem við skaman að gera á einu stað. Það getur bara verið þarna. Það er rosalegt. Hann gæti náttúrulega verið sko inni bottsjáður. Það er rosalegt. Já, ég meina, þú veist, mætu ekki bara snemma í dag og fönn? Ég er svona að sögja okkur, þurrkist bara út að koma allir í bæinn. En hvað var það, spurningkefnin var how to handle sko, ég hugsaði þetta að ég var úti. Ég er alltaf að hugsa, ég er alltaf að undirbúa næsta þátt. Ég er alltaf í vinnunni. Þú ert alltaf á tánum. Og þegar ég var að chilla með nýja besta vinur minn, Damian Lewis, þá hugsaði ég bara, það er ekki allir að höndla þetta svona verið eins og Gilsarinn. Og þannig að þetta er, hver höndlar betur að vera around hot celebrities? Er það Stoney eða The Blondell? Þannig að ég forvitir hvernig þetta fer. Oft veit ég sirka hvernig þetta fer, nú veit ég ekki hugmyndu það. Þannig að, byrjum þetta. Varstu í partíi núna í miðri viku og Beyoncé var í sama partíi þetta kvöldið? Já, við vorum þar. Yes, við vorum bara í partíi. Hittum hann ekki? Ég hef samt hitt hana. Já, nú var hann það. Já, myndað minni, já. Þetta getur verið auka punktur. Hún var í sama partíu við sko, það var stórt partí. Ég setti smá á grammeðan, ég var með Dutch, Ella Casata og barnum og var risastórt partí. Já. Ég fenguði ykkur snúninga. Ég fór á dansskóli smá, ég fekk mér ekki snúning. Já, ég dansaði. Fekstu þér snúning? Já, ég dansaði helling. Já, alveg? Já. Ég sem betur fyrir ekki til vídeo af því þegar maður tók snúning hana. Tókstu Jackson blöður? Nei, ég tók ekki Jackson. Þeir eru rosa. Þú baðst ekki DJ-num að setja lagið á ég hefði að fara á hliðina. Með því ástandið sem ég var í þá hefði það kannski geta gerst. Það hefði nú verið gaman fyrir Hollywood-sérna að sjá Jackson dansins frá Grófsson. Ég áttum að peppa blöðurinn í það. Hvað er þessi sveitamaður að gera þetta á gólfinu? Það var nett Jackson fötunum líka. Já, næsta spurning. Hugsaðu þú röldur götur London með Damian Lewis. Ok, ég er the shit. Hugsaðu það smástund. Ég hugsaði það smá, já. Ég setja mig svo gramm. Já, mér fannst alveg geggja að vera að labba með honum í London. Sko, við löpum með hann. Þetta var langt labb. Við löpum á London og fólk alltaf horfið á hann alltaf. Þetta er alltaf gæðinu hot celebrity. Þannig að það er eðlilegt að líða þess að það hafi verið hot shit þarna, sko. Ég man ekki hvort að ég hafi verið í því röldi. Það var ekki bara út á honum. Það var líka bara við vorum að klára frumsýningu og eitthvað. Við ekki það bara einnig fyrir hlustendum. Mér fannst ég þetta shit. Ég meina standing ovation eftir myndina og fólk hló allan tíman. Ég við ekki hana, það var nett, maður nett high on life hana. Ég held bara illa, ég hef ekki verið í svona göngutúr. Nei, varst ekki bara eitthvað ofuröluða? Nei, ég held bara að þú veist, þú voru svona mörg. Nei, ég held að þegar bara verið svona 5 minútum undan eða eftir annarkort, en ég var þetta leiðinni frá bíónu yfir í Soho. Já, ég var bara ekki með. Ég held ekki, ég mann það ekki með þér. En jú, mér hefði pottitt liðið bara örugglega mjög vel. Já, þú bara farið ekki að 20 blöð. Hefur sagt við fræga personu, hey, from one hot celebrity to another, how are you doing? Ef þú sagðir þetta cirka svona og geði punkt líka. Þetta er ekki bara orðið rétt, sko. Þetta hef ég aldrei sagt og mun aldrei segja. Þetta er ógeðslegt. Þetta er nei, bara já. Gengur hræðilega. Það hefur ekki sagt þetta. From one celebrity to another, how are you doing? Ég held að hafi engi sagt þessu. Nei, nefna bara einhver veikur einstakling. Ekki Clooney segir þetta ekki við Brad, sko. Kannski einhver í gríni. Fannst þér ekkit eðlilega pirrandi að Damien hafa verið með þykkt rautt hár? Nei, mér finnst það bara svalt. Bara tökuðan þau stætti? Nei, alls ekki. Það var skrítið. Það var bara heimskum maður. Bara átta því að þú veist það er ekki allir. Sumir eru ekki með hár? Nei, við veit það. Og bara sumir er búin að sætta sig við það og drullu saman átt aðri sem með hár í kringu sig. Það var óða skrítið að fara í töður með að fólk var með hár. Þykkt hár, sko. Hann enda með mjög þykkt hár. Hefur þú dottið í það Messi og Ronaldinho? Já. Nei. Steinþór? Og hagaði með mér sem maður. Sverða, já, það besta sem kom fyrir Eið var að það voru ekki komnir svona símar. Það var svo slætt fyrir þig. Sko, Kös hagaði sér reyndar ekki sem aður. Nei. Hann let hann heyra það. Hann tapaði sér. Kös let hann heyra það. Las hann yfir Messi eða Ronaldinho? Ronaldinho var með eitthvað stæla. Skilur hann eitthvað? Já, hann skilur hann sko, þeir báður, en þeir eru ekkert mikið en að tala. Það var mannst ekki eftir þess að sögja. Hann var að spila okkur á bongotrommur á staðnum og Kös sagði bara, heyrðu, hættu þessu, hvað það gera? Spila tónlist. Og hann bara, ja, rétt hjá þér. Og setti bara tónlist á. Það 3-1 fyrir blöð. Hvað er ég að pakka það saman stendi? Já, ég stendi það punkt núna. Já, ég átti nálega vonaði, sko. Hefur Gjalla sagt við þig, ok, það væri geggjað að prófa eitthvað annað en hlið, en þú ert stendið fucking junior, þannig ég er bara mjög sátt.
Ég get ekki látið allan þáttir snúast En þú veist, það er 3-2 þú fær punktana Já, þetta er ekki punktur Í alvörinni Já, í alvörinni, hvað meinir þú? Þetta vistu það alveg, í alvörinni Og það var Dónalust, eða? Nei, ég er bara Nafnum mitt er ekki eins og Nei, þetta er kannski ekki punktur á blöð En ok, heldur að hjálpi þér að umgangast hot celebrities Því að þú ert sjálfur hot celebrity Nei Heldur að kunni svona, þú veist hvernig Þannig að þú fer í Smáralind og kringluna The crazy fans og ónaðu ykkur svona Þannig að þið svona, ok, þið veitir hvað þið að gera og hvað ekki gera Og þess vegna hjálpar ykkur að umgangast önnur hot celebrities Nei, ég held ekki Nei, það held ég ekki Ég er mjög lélugur að hafa mér hot celebrities Þannig að það verðist ekki vera að virka fyrir mig Ég held að, sko Bara haldi í mér þarna Ég held, þú veist, ef Beyoncé og Jay-Z eða eitthvað, skilur við sem er svona super couple eða Leonardo DiCaprio eða eitthvað svona megastjarna myndi lappa hérna frammi það myndi allir vera jafn spendir sko en þú veist, en það eru svömið sem stökkva á þau sko Svo blöðurinn sem kunni ekki að haga sér bara við erum ekki það sko. Hefur þú verið með til dæmis Frank Lampard eða John Terry á Casino ópeppast rifið niður heila gardínu og sama tíma vafist utanum hana og held 4 vodka Red Bull yfir þig allan Já, það er rosalegt Já, hræðilegt Það var svakalegt Ég áðpeppaðist Já, ég heiti það Á með þess að Davor Súker hann líka munið trónum Refstu gardínu niður úr Casino Ég hef aldrei séð gardínur í Casino Þetta var, sko, ég er að hrasa á teppi Ég hef oft sagt eitthvað svo Ég fór að segja, ég spurði Þeir settu, þetta var svona 3 hæða staður Niðri var bara skemmtistaður Í miðjunni, þar var veitingastæður Og uppi var Casino Við vorum búin að vera niður að borða Ég og Eiður og annað fólk Fórum svo niður Og þegar við erum niður, þá kemur Frank Lampard Sér okkur eitthvað, herðu, við erum uppi að spila hérna Ég og Terry og Davor Súker eitthvað vil ég kíkja Eða bara vil ég kíkja, ég bara, já, ég vil kíkja Við fyrir upp og þeir setjast allir við borðið Ég segi, herðu, ég fyrir að drikki, hvað vil ég? Þá bara vodka Red Bull á hópinn Ég tek 4 vodka Red Bull, er að lappa Ég hrasi einhvern veginn í teppinu Og ætla að bjarga mig með að grípa í gardínuna Og reyfa hann allar niður og hælti yfir mig Hvað sögðu þeir eru svona þennan nýja vinsinn? Frank Lampard var að reyna aðstofa mig Og spurði hvort það verið lægið með mig En Eiður hló bara Sko þetta var í veistlega þetta on camera Já, það er með þessi staður Hann hétt 50, svo hann er farin hausinn í hérna Breitlandi Eða sagði með það einhvern tímann að það var eitthvað gaur, eitthvað hotshot sem kom hann upp að gamla Og hreinskaði staðinn Tók bara eitthvað 3 milljónir punda eða eitthvað Og þau þurftu bara að loka Hálfur í game Já, það er veistar allaf út Já, þetta er ekki þannig Það vil meina að the house does not always win það var einn af það sem bara setti 50 svo hausinn Það er mjög sjálfgeft Sko, þetta er alveg brekkaverðið stendi út 1 punkt Það var að pakka það saman 4-1 og þú veist Við tökum 7 spurninguna Við þurfum þess ekki því að við ætlum blöðu búin að pakka það saman En hefur Gerla sagt við þig Já, ok, wow, shit Sko, veit ekki svona hvað ég er að segja Nei, hvað sagður eiginlega? Þú sagður, já, ok, wow, shit Hefur Gerla sagt við þig Já, ok, wow, shit Steindi fucking Junior er ekki bara stór þegar kemur að fræðinni Við hefum ekki alveg sagt það Og það er 4-2 Það er 100 sem skárin En 4-1 sko Já, þetta bara Þetta meikar engan sens Þetta meikar engan sens Ekki tísa spurning Ok, Steindi fór ekki bara stór Það kemur að fræðinni Jesus Christ Hvað er þetta lélegt maður Þetta er Íslandsvinnurinn Ed Sheeran Helt geggjaða tónleika hér á Íslandi Og talandi geggjaða tónleika Þá verður stærsta partí aldarinnar 14. mæ á Íslandi Þegar við ætlum að fylla höllina með skúter og beisendur Og miðasala er inn á tix.is Fyrir ykkur sem er ekki búin að tryggja ykkur miða á þá veislum Sko, með við tempóið allavega á miðasölunni Þá get ég eiginlega að lofa hlustundum að þú getur ekki ákveðið samdægu samæta Það getur verið alveg party Það getur verið alveg, það verður þetta stefnir í algjöra veislu Það er bara þannig Herðu, drengir, ég var að fatta eitt sem að, ég veit ekki Jú, við vorum búin að lofa því, við ætlum að tala dónalega Þurfum við ekki að draga Jú Sá sem að, þarf að tala dónalega Það er kannski eitthvað svona smá tíma til þess að undirbúa sig Það þarf má undirbúning Já, maður þarf svona korter 2 lög allavega til að geta nýtt tíma Liðin er að mæta á völlin hérna Já, herðu, það er allt í löggumótuhjólum Lögreglu mótuhjóla stöðu umferð hérna The teams are coming Er alltaf lögreglufylgd með svona landsliðum? Já, greinlega
Ísland-Armenía þarf Þetta er auðvitað bara eitthvað skilda sko. Já, poti En það vonandi þetta 3 punktar og rífum okkur aðeins í gang. Já, áfram Ísland maður. Við þurfum að vinna báða þessa leiki. Hvað er 1 núna og hvað hinn á mánudaginu ekki? Já, við tökum 6 punktar þarna. Það væri helviti kósi. En ok, ég er búin að skrifa hérna. Veist þú ekki, Steindi, þú varst eitthvað að grenja daginn. Sko, ég ætla allan ekki að draga. Ég dreg allt, ég er óhoppar. Ég ætla ekki að draga heldur. Hver er það að draga? Hver er það að draga? Stendur, ég dreg alltaf. Nei, dreg ég ekki alltaf? Nei, ég held ekki. Ok, hérna er alltaf 3 miðar og ég get þá bara sýnt ykkur að nöfnin okkar eru á þeim öllum. Kastaði þeim upp og niður og okkar. Réttu með þetta bara. Ok, býtu. Kastaði bara inn í mig. Já, býtu, nei, þá er ég að draga það. Ok. Þú er að draga, þú er bara að tegja þinn yfir. Hvað er Steinda frá að draga? Ég bara, já, er hann ekki að vera að draga bara hver talar dónalega? Hver talar dónalega? Já, síðan síðast er on the receiving end. Ok, þannig að Steindi, þú dregur núna og sá sem að það nafn sem þú dregur þarf að tala dónalega. Ég vil sjá allt annað en mitt nafn. Já, auðvitað. Það er miklu þægilega að vera miklu þægilega að tala dónalega við þig, sko. Ég nefn ekki hendur svo þig. Ok. Hver talar dónalega? Óýbarast. Þú? Yes! Ok. Það er strax, maður þarf ekki undir, herru, þetta er enda bara gott að þú ert alltaf að tala hvernig eigið að gera þetta og við séum svo Þetta er þessu vöru viðbjóður. Já, það er bara að vera gaman að heyra hversu góður þú ert. Já, ég finna Gerir ekki annað en að rakka okkur niður eins og síðast ég var að tala dónulega við þig. Djöfull. Hann er sérfræðingur í þessu. Herru, dragðu svo, Egill, vilt þú draga og Steindi draga bara bæði nöfnin? Látum Steindór bara draga. Já, dragðu, við eitthvað talar í dónulega. Mér er eiginlega sama hvað kemur upp núna í rauninni. Já, það væri fínt að væri bara Egill. Hver er á the receiving end? Fínt að vera bara blöð. Öddi. Er það ekki? Ok. Wow, hörru, það fyrir bara allar mér aftur í stólum og slaka á. Sleppur maður. Já, hann reyndar förum við vera óöfn í þessu. Þetta er eftir svona 10 mínútur. Ég var smá að vona að ég fengi frekar hann. Hann er bara, hann á skilið. Já, ok, en þú lætur mig það bara heyra það. Já. Þannig að Steindi tala dónalega við mig. Já, hér eftir svona Hvenær er þetta? Nei, 10 mínútur. Ég verða að fá meira. Ok, það var 5:30. Já. Hún er núna 12 mínútur yfir. Já. Þá talar Steindi dónalega, við skuldum auglýsingar. Þetta er The Weeknd með Take My Breath. Það styttist í að það verið talað dónalega. Steindór og Steinforsson sem að, já, hefur nú rakkað okkur Egil niður í gegnum tíuna fyrir hvað við sjöum lélir í þessu. Hann þarf að tala dónalega hérna eftir við mig og Já, frábært. sé nú kannski smá eftir akkurat núna að vera að drulla yfir ykkur í gegnum tíðin en þetta verður brekka sem við það bara að tækla. þú svona virðist vita hvernig á að gera þetta. Allavega segiru þegar við erum að gera þetta kolvittlust. En ég var að spá í nýbúin í spurningkeppnir og svona, ég ætla að róa þetta og fara í einn virtan lið sem heitir Sturlaðar staðreyndir. Keyrir það aðeins niður. Já, en svona aðeins að bara læra aðeins og kenna hlustendum. Eru tilbúinir? Já. Samkvæmt rannsóknum er jafn erfitt að hætta á eiturlyfjum og það er að jafna sig á erfiðum sambandslitum. Þannig að fyrir fólk sem hefur aldrei reynt að hætta á eiturlyfjum en hefur verið í ástarsorg þá er þetta vist svona svipu tilfinning og jafn erfið. Er það? Fyrir sálarlífin. Ég trúi þess ekki. Ég held að þetta sé mjög móðgandi fyrir alvöru heroinfíkil til dæmis sem er að hætta. Já, kannski ef þú bara aldrei lent í alvöru ástarsorg. Ég er að segja, þú veist, ok, þú ert í ástarsorg þá ertu vantilega ekki í ykkur köldu svitabæði með offsjónir. Já, þið getur liðið mjög Mast þetta er Trainspotting? Já, en þið getur liðið það illa. Heimmeistara. Já. En lágur rúmi. En það er náttúrulega bara fyrstu teitaðanir eða eitthvað sko sem þú ert að í rauninni að hreinsa líkamann. Ég minn ekki við blöð að búa þetta til. Nei. Þú getur sagt á eftir þetta sé hrossaskíturinn. Sturlustaðarinn. Já, þetta er Sturlustaðarinn. En ég meina, hefur þú lent í einhverju, nei, ég spurði þig daginn þegar Bríett var hérna, þú er ekki lent í einhverju ástarsorg eða? Nei, þú veist ekki svona eins og kannski þú ert að lýsa skilur ekki svona þú veist, jú, bara svona ástarsorg en ekki það sem bara funkar ekki en ekki kannski kaldu sviti og svona offsjónir ykkur krakkar að skríða í loftinu og svona alvöru þess einn sko En hefur uppið að svefnleysi út ástarsorg? Ég mann það nú ekki En þú veit, láttu eitthvað svona ástarsorg Bara eins og Steinþór, þú veist að, jú, það hefur dóttið eitthvað einn gegnum árin en ég sá eldri en að fíla og ég svitnaði ekkert Það er enginn að tala því Gótt í Trainspotting Herðu, sól er vist að eitt af besta sem að þú getur einn besta vörning gegn þunglindi Það er bara eitthvað auðvitað staðrendu full time sko það er bara að segja því sjálf sko Já, það er ástæð fyrir því að við erum öll kött hérna til að taka D-vitamin Já, því að við fáum svo lítið af sól Það er líka ekki bara D-vitamin, það er bara að fá sólinni í andlitið blár heiminn sem við fáum hérna 2 mánuð ári En það er alveg ótrúlegt að við Íslendingar bara
Ég veit það ekki. Það er að segja, maður byrja að taka svala á þetta, sipp út í tenni. Já, við getum ekki öll gert það. Hann er living the good life. Mér finnst stundum bara svona íslenska stemningin sem snúast þú veist, þegar kemur þessu veðri. Það snýst svo mikið þrauk. Já, Þú veist, maður er að þrauka. við þraukum í gegnum þetta vor og gegnum haustið að sjálfsögðu og veturum, við þraukum í gegnum. Svo var þetta ömulegt sumar. Svo kemur sumarið og það er ekkert peil Suðurlandinu. Það var frábært á Akureyri. Og Egilsstöðum ekki. Jú, það var fullt af stöðum sem fengu sumar sko. Að kunna dansa eitthvað sjálfstraust. Og kunna dansa. Já, og mér langar að bæði Matti og Teddy læra að dansa. Við vorum að æfa dans núna, Steindi, fyrir hérna stóra sviðið sem að byrja nú á Stöð 2 í október. Já. Það er ókslega gaman að læra að dansa, þú veist, kunna dans. Það er ókslega gaman, en ég, sko, ertu að keyra bara beint í Jackson námskeið eða ertu að fara í ykkur samkvæmisdansa eða hvernig er þetta? Nei, fyrir Tedda og Matta. Það er aldrei setja þá eitthvað Jackson námskeið, sko. Já, köfti hann það svona pínlítinn hatt og pínlítinn hanska og... Bara læra dans. Það sem ég elska, sko. Það er gott að þið. Ég elska við króksarana, þeir er allir með sömu dansmúvin, Hoogie Boogie, Svessi, Öddi og Köst líka. Ég sá hann dansa og hann var líka með Jackson. Náttúrulega, sko, Svessi er alvöru góðu dansari. Já, hann er þetta rosalega dansari. Hann dansar ekkert bara Jackson, hann kann að dansa. En já, en svona Jackson hreyfingarnar það smitast yfir í hinn að dansa. Hoogie verður svona flippa að dansa. Það tekur svona, við séum það, hann tekur hann, liftir höndunum upp og dansar eitthvað svona AC-dansina. Ná, AC-dansina er basically Ricky Gervais í Office, mástu þegar hann var að gera þyrlutna, sko. Hoogie kann að dansa og Svessi er náttúrulega mjög góður. Ég hef aldrei séð þið dansa, Egill. Nei, ég líka fer alltaf bara á barinn og fæði mér a couple of beers. Þú þarf ekki að fara að taka tvötur úr spór. Já, það er góða punktur. 7% karlmanna þjáist af spéblöðru og geta ekki pissað fyrir saman annað fólk. Þannig að ég var eiginlega að komast að því í dag þegar ég var að drita niður að ég er í 7%. Ég er með spéblöðru, ég var auðvitað mjög fyrir saman annað fólk. Já, þá þú ert ekki með þetta pissufætti sem margir eru með. Nei, ég hef sagt þér það svona 1000 sinnum en ég sé ekki með það. Nei, það er bara tengja ekkert allir við það hérna. Nei. Ekki í þessu stúdíói, sko. Það var líka skrítið að vera með spjöblöður og vera með það fetti, sko. Það var líka bara hægt, sko. Það væri vont fyrir mig. En svo er ein, hérna... En svo ef ég er fullur og ég er í kringu fólk sem ég treysti, þá get ég pissað um að. Já, en svo er eitt annað, drengir. Mér veist alltaf eins og, hérna, það sé að koma... Þú veist, það er alltaf að koma núna inn líka, sko, meira og meira karlmenn að pissa sitjandi. Já, það var bara gott fyrir okkur. Já, bara sem sagt, já, það er gott, sko. En þú veist, á móti er það líka alveg smá maus. Þú vilt stundum bara hoppa inn og bara mýgur og ferð. Þú veist, þú sest, það er aðeins meira. Og Tókið Þráins er búin að segja þetta í mörg ár, sko. Já, mér er að pissa sitjandi. Já, Tókið Þráins er búin að peppa þetta lengi. Ég hef marga vinir sem gera það líka, sko. Skeinið okkur tippið þegar þú eru búin að pissa. Já, maður gerir það. Byrjaði fólk að stilla á bylginu Tekur upp pappír. Já, gera það allir sem eru eðlilegir. Já, ok, gott. Það er margt í mér sem er bara ekkert eðlilegt og mér finnst bara fínt að ég sé ekkert einn með þessu. Þessi einn er rosalega, Tim Allen. Þið þekki hann. Hann hafði verið handtekinn tvisvar sinnum fyrir kókainsmygl áður en hann var frægur. Kókainsmygl? Já, hann var að smygla kókaini áður en hann gerðist leikari. Það er rosalega. Hann hafði ekki bara að taka ég og hann var smiklað inn líka. Já, þetta að taka það. Já, auðvitað, segði sjálf. Haldið þessu margir sem eru bara að smigla en ekki taka. Jú, kannski. Tim Allen kókainsmiklari. Það er ólíklegasti maður í heimi en hann hefur verið riksu back in days. Allavega handtekinn tvisvar fyrir að smigla. Svo er Adele, hún var nú í slúðrunni okkur aðan. Vitið hvað hún var uppgötuð? Karaoke Bar í New York. Nei, hún var uppgötuð á MySpace. Það er styrlu starrend. Voru þið á MySpace? Já, ég náðu stuttum tíma áður en að fór henni sharer. Já, áður en að Facebook tók svona yfir. Við ekki, maður sá svona grætt punktur eða þú varst online. Já, það var veisla í 2 mánuði. Já, ég verð eins og þú, ég kannski náðu 2 mánuðum. Og hún var stórstjarna þar, já. Já, svo er það næsta, það er til veiki sem heitir, já, mér langar að ræða þetta eins við þig þegar þú veist góður öllu svona. Það er til veiki sem heitir Auto-Brewery Syndrome og þá verður þau fullur við það að borða kolvetni. Þó fara ekki svona áfengi í líkamæðin. Það er rosalegt. Verður þau fullur? Já, voru drukkin á að borða kolvetni. Já, þannig að, veist, Auto-Brewery Syndrome. Það er rosalegt, alls saman hvað kolvetni eru það. Já. Það er rosalegt. Er þetta ekki sama að setja svampin á milli tanna eða? Ég veit ekki, en þetta er allavega styrl starrend. Þegar ég hef reynt það, sko. Já, að fara á skólaball með. Ég satt bara með svamp á milli tanna, sko. Bara eins og heimingi. Og reyndur það? Já, ég prófaði það. Virkar ekki neitt, sko. Það eru 2 eftir. Mark Zuckerberg, his net worth lækkaði $7 billion fyrstu 5 tímana sem að Facebook lág niður daginn. $7 billion. Hann kikkaði ekki aftur upp síðan? Nei, það er nefnilega ekki komið alveg upp. Og það voru vist á hverri mínútu tapaði Facebook heldur 200 milljónum sem voru ekki inni. Já, það voru margir klukkutímar. Heldur margir auglýsa
á Facebook sem datt, og líka þetta var ekkert eðla löng bil. Já, maður fattar líka hvað maður háður öllum, þetta var ekki bara, mér er alveg samáttu, komist ekki inn á Facebook, en þetta var Messengerinn og WhatsApp, það var að drepa mér. Það ringir engin í mig lengur, öll samtölu mín sem ég á er á Messenger. En pæli hvað þetta er óheilbriða tölur maður. Rosalegt. Svo er það síðasta, það er fólk sem reykir í svefni. Já, það er rosalegt. Fæ sér bara eina Winston í hörðun. Nú varst þú helviti duglegur í réttunum stendi, reyktur í svefni. Nei, ég gerði það ekki, sko. Það skal vel harður til þess að fara í það, sko. Já, en nú spyr ég, hvað var svo kjaftaðin? Samkvæmt rannsóknum er jafn erfitt að hætta á eiturlyfjum og með sambandslitin, sól er besta vopnið gegn þunglyndi, að kunna dansa ykkur sjálfstraust, 7% kallmanna þjást af spéblöðru, Tim Allen hafði handtekið tvisvar fyrir kókaínsmygl, Lárum var frægur, Adele var uppgötuð á MySpace, þetta er veiki sem heitir Auto Brewery syndrom og voru fullu við að borða kolvetni, Mark Zuckerberg misti $7 million á fyrstu 5 tímanum og svo þetta er fólk sem reykir í svefni. Djöfull sem þetta er, sko, þetta er allt mjög þetta er helvít erfitt í dag maður. Ég hefði hvað er það tippa? Sko, sígarettan, ég hefði giska á smelluna, sko. En mér finnst þetta samt, sko. Heldur einhver sem steinsóðandi, tegið sér í náttborðið, náðu kveikjara, kveikið sér í einni og reykjana steinsóðandi. Og Hlýtur að vera horseman. Og askar afinn í öskubakk. Þetta er eitthvað svalast í gæi í heimi ef hann gerir þetta steinsóðandi. Þetta var horsemanjör, kannski reykir einhverju svefni en ég ætla að bjóða þetta til. Þetta voru stjórnlega staðarindir, Steindi, það er sko að setja að vera ready að tala dónalögum því það er næst. Já, mér vantar hérna einhverja 2-3 sendingar. Ég er bara að hlakka til og þú ert svo góður í þessu sari. Hér er eitt gamalt og gott. Það er Ghetto Gospel, Tupac. Gækja lag en það er komið að dagskarlið sem heitir Tala Dónalega. Og það er okkar besti maður Steinþór Hróa Steinþórsson sem að láta mig heyra það. Já, ég meina þetta er nú er að koma bara svona kósi stund eða þú veist, eða kósi, þú veist. Hann er alltaf búin að segja reglulega við okkur Egil hvernig á ekki að gera þetta. Já. Strákar ekki verið að gera þetta en það er verið. Ég fengi mikla gagnrýni. Já, við báðum fengið mikla gagnrýni. Ég ætla bara að reyna að fara í gegnum þetta og faðmaður hér á ferð. Nei, það er bara ekki þannig. Það er luxury fyrir mig, ég get bara hallum átt í stólum en ég gera neitt nema bara. Já, ég þarf svo sem ekki að gera mikið, það er bara að hlusta á hann tala dónalega við mig. Er þetta hérna verður hreinskilinn, Steindi? Talar þú dónalega? Nei, ég gerir þetta ekki, sko. Nei. Ég er ekki heldur þar. Þannig að þetta er sko það sem ég hef sagt við ykkur, strákar. Það er ekki, ég er ekki svo ég sé alltaf að tala einhverju reynslu og segja svona og gera þetta ekki. Ég fann alltaf það. Nei, eina er bara að þið hafi bara verið ógeðslegir og þetta hefur ekki verið að virka. Af því að það, allt sem þið hafi sagt, það er alltaf ekki kveikt í mér. Ég get sagt ykkur það. En núna erst þú að koma með eitthvað sem virkar. Nei, ég er ekkert að segja. Ég er að koma með alltaf, ég er að reyna það, jú. Það kemur bara ljós. En ertu bara completely silent þegar þú ert í intercourse þá? Segir ekki neitt? Ég er ekki velmenni, sko. Nei, segir eitthvað þá? Segir eitthvað, ég bara, þú veist, ég gefur eitthvað frá mér bara unasljóð. Já. Hvað er þetta, maður? Ég veit ekki, maður lætur alltaf gappa sig út í. Það er rosa skrítið, það er alveg silent. Já. Það ekki? Ok. Já, nei. Hvað, er þetta eitthvað tabú? Sætt maður byggja hér, Steindi? Nei, ég held að segja bara, ég held að segja spes að, sko, það heyrist ekki múkk í mig. Það verður mjög spes. Óþægilegt bara. Viltu á ég hafa eitthvað lag undir? Já, ég senda á þig link hérna á Facebookinu, ertu búin að tjekka á þessu? Nei, hvað er þetta undir? Þetta er hérna hvað lag sem kveikir þér? Já, þetta er Creed. Ég ákvað að fara í Króksara. Byrju upp á að slæja hans blöð? Já, þetta er Arms Wide Open. Þetta er vel falið það, blöð elskar það. Ok, þetta er reyndar, þetta er snuðut hjá þér því að ég á góða minninga af þetta lag frá Söðakorgi. Þannig að strax ég er pínu til í þetta. Og minningar, ertu þá að tala um eitthvað í hjóndanum eða bara þú veist, ertu að tala um kynferðislega minningar? Nei, ég hef rúndað með þetta lag undir í botni ansi oft og rauðum hjóndakúp. Já, og verið svona emotional og smá horny. Já, en ég hef ekki verið með þetta eitthvað í svefnherberginu, sko. Nei. Varst það rúndað með þetta lag mikið á króknum? Já. Þú veist, pældi í því maður. Og fannst ég það er rosalegt. Shit. Okkur rauðum hjóndakúp. Nei, það var bara mér sem fannst það. Ef ég er alveg hreinskilin við hlustendur. Herðu, ok. Ok, byrju, á ég að ímynda með bara. Getur þú byrjað þetta bara ný? Ég er að stannast upp. Þið eru náttúrulega komnur í the sack, eða ekki? Jú, þetta er during intercourse, eða ekki? Nei, við erum svona. Nei, við erum í rauninni komnir bara saman inn herbyggi og við erum svona að fara. Jú, þú veist, við erum komnir á skeifu. Er ég komin úr fötunum? Já, ekki. Sko, nei, ekki kannski strax þegar ég byrði kannski maður fara úr þeim hérna, í texta. Ég er tilbúin. Hörru, en hérna byrja þetta på nýtt. Sýnd okkur hvernig á að gera þetta. Byrja þetta på nýtt. Já, ég geggja allan tíman. Já, bara svona. Já, þetta verður það langt að þetta verður 6 mínútur koncept. Nei, alls ekki. Þetta er mjög stutt hjá mér í dag. Herru, má ég að hækka lagið? Hvað viltu að ég sé?
Erum við heima á þér? Þú ert bara 4 núna. Er ég 4? Byrja ég þar? Jú, ég getum alveg verið heima á mér eða heima á þér. Já, en byrja ég á 4 í öllum fötunum? Það er rosa skrítið. 4 fótum? Hvað sagði það? Er ég á 4 í öllum fötunum? Nei, ok. Kottu mér inn í aðstæður, hvað er ég að gera? Ekki voru að lista hann í Nei, ok Byrja þetta? Já, þetta er bara ekki þægilegt maður. Ég held að þú verið fagmaðurinn Ok Hendur og fötunafóli. Við erum að fara á bak. Ói bara. Þetta var bara eitthvað. Þetta gerði engan horni sko. Nei, þetta var alltaf ekki, ok. Ég byrja fóli. Bara búin að því. Það var hræðilegt. Ég ætla að sleika þig frá toppi til táa. Fallegi strákur. Ói bara. Herðu, Steinþór. Þetta er óþægilegt. Það er skarrað og bara láta mig að heyra það. Ég er eiginlega að heyra það sjálfur. Þetta er ekki að virka. Nei, þú ert alltaf kurteis. Þið veitir að tala dóna. Þetta er óþægilegt maður. Mér finnst óþægilegt að setja undir þessu. Ég geti ekki klára. Dónalegt að vera fóli. Segðu bara það. You like that, you bold sack of shit. Það er að tala dónalega. Ég er búin að skrifa annan niður. Ég er búin að skrifa öðru sér texta niður. Leiðu hún bara að klára sér. Ég vengar á það. Nei, ég vil ekki klára mitt núna. Ég geta ekki. Hvað var næst? Þetta er bara rétt sem eitthvað að segja. Það er skárra að fara bara alla leiðis. Ok, hvað er næst? Þetta er bara hræðilegt sko. Hvað er með það? Ég vil finna stelta líkamæðin upp við mjúka líkamann minn. Steinþór, þetta er bara óþægilegt. Á allan hátt einhvern veginn. Þetta er svona korki nýhjóður. Ég finn það bara. Já. Þetta er ógeðslegt. Ég er bara Þetta er svo formlegt það líka. Þetta er bara Þú veist, þú er 2 vinir og var ekkert svona formlugur. Nei, þú verður vinir í 10 ár. Hvað myndir að segja þetta? Hvað áttum við eitthvað meira þarna? Já, það er 2-3 eftir það ekki? Jú, ég er með 2-3 eftir. Alveg finnst mér erfitt að ætla að láta á ég að klára þetta. Já, gott að það með eitthvað gott. Ég ætla að byrja að lægja aftur. Nei, ég er ekki að byrja að lægja aftur. Það er engin áhrif á þetta. Ég ætla að láta það fá bestu fullnæðingu sem hún varst á dínunni þarna, litli Abbi. Litli Abbi? Hvað er góð? Þetta var ógslegt. Ég get þetta ekki. Nei, þetta er bara Þetta er erfitt sko. Tjóðlega þetta var maður. Já, býttu. Hvað er betra að bara, ok, láttu mig bara hans heyra það. Ég veist þessi enda allirlega. Þetta blöð alltaf að skemmt sér konunglas á dínu á þessum tíma. Nú samin að Skagafjörðurinn og Mosó í eitt skipti fyrir öll. Já, þetta er ógist í finna. Já, þú varst ekki dónalega eina sekundu. Nei, þetta var bara ekki að gera sig einhvern veginn. Þetta er eiginlega, ég veit hvað þá, ég veit það bara, ég finna það. Þetta var bara ekki gott sko. Þetta var pljómaði fyrir. Þannig ef ég verð einhvern tíma dregin í þessu og þá minni í því og þetta sem þú sagði núna. Þú ert ekki góður í þessu. Nei, ég svo skrifaði eina hérna líka hérna. Mér fannst hún með þess að vera, ég vildi eiginlega ekki segja hana sko. Hvað var hún dónaleg? Nei, ég skrifaði með langar að olíuberaði skallan og nutta punktum með hann. Þetta er frekar nálægt í. Þú ert að nálgast þetta. Við vorum ekki dancing þarna, höfum það alveg á hreinu. Nei, við erum aldrei dancing í þessu hvort Þetta var samt bara fræðilegt. Þetta var ekki gott. Ég ætla bara, veistu hvað? Sveinu þá þetta síðasta vaskástil. Já, ég ætla bara að vera einlægur í þessu hérna. Þú veist, við erum nú svona hálfvillir í okkur en þá eftir erfiða Londonferð og þetta var bara, mér leið ekki vel í þessu. Hvað sagði það? Olíubera án á skallan? Já, og nutta punktum með það. Og setja punktina þér ofan á skallan á? Já, og nutta hún þar. Herði, já. Það er rosalega spes, hvað er blöð að gera saman tíma þá? Ég veit ekki hvað. Væntalega bara með tungun úti í einhverjum gýr. Það er rosalega sérstætt. Þetta er ekkert eðlilega sérstætt. Já, þetta var allt sérstætt. Herri, stráka, veit ekki hvað? Þetta var eiginlega bara óþægilegt. Ég hugsa að ég taki líka bara, ég ætla kannski að fá nýta tækifæri bara og taka tilbaka svona sem ég verið að segja við ykkur hérna. Þetta er ekkert kannski rétt að leiðina fara svona snirtilega í þetta. Nei. Ég fann það bara, þetta var viðbjöður. Ég held að sé engin rétt leið í þessu og við byrjum stafsökun að þessu. Það var ógeðslegt. Já, ég skammast mér. Ég bara skammast mér. Þetta eru þeir Aron Kahn og Birnir en þetta er ekki lag. CK hér í FNÍ Blö. Ég er mjög hrifinn af þessu lagi. Ég spilaði þetta mikið í bílnum og ég finn allt, mér finnst þetta svo skemmtilegt dúo. Birnir og Aron. Skiljaði gott lag. Hér á ferð, sko. Það er
Það búið að byrta til. Já. Er það ekki? Jú, það bara 100%, það búið að stýta upp og komið smá sól Smá sól og Þróttararmerki. Já, fann þess að streyma hérna völlinn og allavega í höfuborg. ekki líka bara búið að byrta til hjá okkur? Eru við ekki miklu betri? Jú, við erum bara svo nýr. Já, Ég svo sveim með það. ánægður að þetta sé búið tala dónulega. Þetta var ekki gott. Og dílita sér Londonferð og það er bara áfram gaf. Já, það er bara svolítið þannig. En við erum hins vegar að fara í lið núna, Steindi. Þú lést mig heyra það að því að ég hef búin að fresta þessu svo oft hvor er nettari. Já. Því að ég er engin gríðalur aðtandi. Nei, ég fundi það. Já. Og enda búið að fresta þessu, hvað held ég, ykkur 5 vikur. Já. Já, þetta bara til, ég er alltaf, heyrðu, ekki bara taka hvort nettar er næst, já, til, já, jú, við sjáum til, ég lok þáttar, það er örglega einhver tími, svo er aldrei tími, sko. Ég veit alveg að því, þegar ég heyri, jú, við skoðum þetta, þá veit þetta verður ekki. En ég er basically að segja núna, við getum farið í þetta. Já, sem ennabla geggja, sko, að þegar núna við erum að fara í hvort nettar, mannstu munið hvernig liður virkar. Já, þetta var eitthvað Já, sko, ég hendi ykkur erfiðar aðstæður og þið þurfa að hvor ekkar er nettari og hvor ekkar hendur í nettar línur í þessum aðstæðum. Þessi leikur er búin að vera í dvala en ég fekk skilaboð frá stelpundaginn sem lendi í því í Kringlunni að það voru ykkur strákar að sparka bolta, þetta er bara sönsa og hún datt boltan og eitthvað svona var eitthvað að vesinast þarna og þá vantaði henni einhverja netta línu til að hendi og hún sagði, hvað var þeim hvori nettari? Ég sagði, fárlega góða punktur og 5 vikum síðar, þá erum við mættir hérna. Ok Eru þið klárir? Já, við erum að setja lag undir, ég sendi þið link undir. Já, sko, ég fann ekki linkin, ég get sett eitthvað annað Sko, nefnum að fara á bara YouTube. Já, þetta kom hérna Dr. Dre Day. Dre Day, ok, ég er bara með The Chronic Instrumental. Þú setur ekki bara aftur Creed? Já, Chronic Instrumental er fínt. Ok. Maður heyrar bítið. Hvernig var það aftur? The Chronic, það var það platan. Já, okkur byrjar þetta ekki. Já, veldu bara eitthvað að laga, kannski 2 eða eitthvað 2 eða 3. Æ, herru, byrjum þetta. Já, þú ert bara með plötun, þú ert ekki með instrumentalna. Jó, þetta var instrumental. Ok. Já, frábært. Má tækka aðeins. Ekki, ég ætla að koma ykkur í aðstæður. Ok. Herðu, ok. Ég fíla að hafa nefnilega svona old school instrumental undir, sko. Já, og byrju, þetta er einhverjar, já, það gerist eitthvað og við að segja hvað við hendum í eitthvað kjaftur. Það er hárrétt hjá þér. Og líka eins og að reyna að búa til svona aðstæðu sem bara einhvern veginn er ekki hægt að vera nettur í, sko. Nei, svörum er alltaf óþægileg, sko. Já, þetta getur verið erfitt. Þá var það fyrsta, ég segi nú ekki spurning, þetta er bara fyrstu aðstæður. Já. Og þetta er kornettari og þetta hljóma svona. Dóttir ykkar kemur heim með sinn fyrsta kærasta og hann er allur klistraður og það er svona sundlegalikt á honum, svona klórlikt í bland við rassalikt. Já, neða, kemur þetta ekki fram sem baðvörður, örugglega ekki. Hann spyr hvort hann megi fá eina samlóku með osti, skinku, hamborgaragrytti, pepperoni, hamborgarasósu og salami. Í hvað nettu línu hendið þá í? Minn almáttuður, sko. Það eru meiri líkur að fá nefasamlóku. Þetta er sagður nefasamlóku. Þetta er rosalegt svar á blöðunum. Og líka körrent, það er alltaf Fury Wilder 3 á morgun. Það er meiri líkur og fáur nefasamlóku. Hann myndi ekki bara lappa út þarna. Ég myndi ekki nenn að hafa þennan krakka heima með. Það var að biðja samlóku með sko krefjandi áleik. Blöð er aldrei að hendi samlóku fyrir einhvern krakka. Ég hef sagt hann bara strax, sko. Já, nefasamlóku. Hvað netta svar ætlar þú að henda það í? Þetta er eitthvað drefleðilegu krakki. Já, rólingur, sko. Þetta er svona fyrsti kærastinn. Já. Svo hann er klistraður, sko. Ég myndi líklega hendi að ef hundurinn minn var jafn ljótur og þú, þá myndi ég raka hann á raskatu og kæra hann að lappa aftur og bak. Herðu, þetta er rosalegt svar. Ok, drengir, ég hef aldrei gert þetta áður. Ég ætla bara að vona að, sko, ef að sé ekkert að koma með eitthvað svona gauður heim, greiðist rákur. Ég hef aldrei gert þetta áður. Það er jafntefli, það er 1-1. Það er 1-1. Þetta er aldrei gerst áður. Þið veit að þetta eru bara 3 spurningar. Herru, þetta er 1-1. Þetta er aldrei gerst áður. Aðra aðstæður þetta. Besti vinnuði býður í mat. Ítalskan. Á ítalskan stað, í pasta og hvítlauksbrauð. Svo eftir matinn svo eftir matinn í hvað erst ekki læs? Ég skrifa vola ef ég skrifa þetta eitthvað illa. En eftir matinn þá í saltstangir og Vojtja ítíu og Pepsi Max. Og þegar líður á kvöldið þegar að horfa á Nightmare on Elm Street 2 Freddy,
þegar líður á kvöldið og það að klárast og stangirna líka og Voidja og Hopp með hockeypöfleikriti þá segist það Þetta er svo langt maður Æltist út þá segist það fyrir að segja það svolítið tekur af sér grímu og þetta er sér æskuvinnur ykkar Kroksari og Kópavóksbúi hann tekur af sér grímuna og undir þá er þetta ekki æskuvinnur ykkar heldur er þetta Seth Sharp eftir öllu sár í hvaða nettu línu hendið þá í lí á eitthvað óvænta besta vin var það þá bara mjög raunveruleg gríma já hvaða nettu línu hendur hann í blöð Ég næði ekki utan þetta kjafta en þú kannast náttúrulega við hann og bara hægt þetta þú allan tíma langar að kera sleðan upp eða Já, það er mjög stutt í það þetta er nýr óvæntur besti vinnur Já, bara gaman að sjá þig Seth gaman að sjá þig ekki ég nú haldið að þú fagna aðeins meira Hvað ætti ég að segja? bara geggja bara tjúlla og sérst þetta ég myndi kannski hendi í bit 2009 er ég komin á grífinból á Broadway eða já, hún meinar ég muni ekki grífinbólun á Broadway eins og jú það er ekki vaklið þetta 2-1 Ég heldur fáur ekki svona fari í síðustu já, býttu, hún er stutt hún lappa fram hjá hundshrægi stendur í hvaða nettu línu henduru í hrægið ekki sleðin Já, þetta er bara sliðin Já, þessi liður verður bara ekki aftur hvað meinur þú? Þetta er ekki fyrstu liður Ég veit hvað ég segi við hundfræði Steindi, gott að vera heim FM 95 Blu í samstarfi við Túborg, Slippfélagið og Keiluhöllina. Já, það er bara nánast komið að lokum hér hjá okkur í dag FM 95 Blu og já, ég sé líka það allir að fara að horfa á landsleikin hvað er réttari, verður ekki eftir séru? Nei, ég held að verði ekki eftir Því miður Steindi, þú átt marga góða liði en ekki þessu? Nei, þú ert búin að gefa How do you do fellow kids góða pásu eða frekar eftir hendi í það já, svo reyndar Þetta er þinn besti liður því miður hvað er réttari? Já, hann er bara óþægilegur Ég verði freka til að hlusta að tala dónulegðin í 2 tíma heldur en að fara aftur í henni ég tek heilan þátt í hvorn nettari Hvernig er helgin, drengir? Egill, ég veit Steindi við erum að skemmt í Keflavík á morgun Já, þeir eru entertaining á morgun Já, það er náttúrulega gaman að koma í Keflavík Ég er vörk á morgun og vörk á sunn spennandi helgi já, en ég ætla að horfa á leikinu eftir þetta og 3 punktar, ég er ennþá í gigvímu eftir London það verður róleg helgi og það eru komin ykkur 10 dómar frá Bretar eru oft eitthvað svona erfiðir, krefjandi og svona í gaggrinni og bar með 4 og 5 stjörnur þannig ég er ennþá í gigvímu og ég ætla bara að þetta ekki kannski eitt rauðvísjás á morgun hjá til já, bara stendur vinnuhelgi hjá Blöma en þú ekki verið rauðvin osta Steindi já, jú, það er ekki að konaðin vera að læna því upp heima já, ég mér langar ekkert í rauðin núna en ég þú veist, en eftir bara maður fæsir auðvitað gýrast maður upp í það það er bara staðfest ég leikja því hvernig ætlar að bjóða okkur í The Mansion í grill? já, hvernig fann maður að kíkja? þeim er bara komið kvölddragar, ef þið viljið kvöld? eða morgun, hvernig viljið þið koma? það er bara opið hús alltaf fyrir ykkur það er svoleiðis? já, þið bara látum við vita og ég fer út í bakari eða kaup í matinn eða grillið eða eitthvað kannski ekkert einhverjum geggjur stöð fyrir það núna en ég er til eðlismann kannski ekkert tíma bara við tökum hvað, ef ekki blöð, vilt þú ekki læna bara einhverju góðu spilakvöldi? já, ég er til það ekki, króksara kvöldi í Mosó Egið góða helgi, kæru hlustendur við verðum mættir á þriðjudaginn blöðkastið inn á fn95blöð.is og kannski verða nú eitthvað sögur frá London þar sem að kom ekki fram í dag já, sem við spöruðum aðeins já, sem að gerist setnum kvöldi já, við erum með góða sögur fyrir blöðkastið á þriðjudaginn, það er staðfist tjekkið á því bara í góða helgi og heyrumst á þriðjudaginn og ef ekki þriðjudaginn þá bara næsta föstudag. Takk fyrir okkur.